Halli, ég glemdi eitt úr starfinu. Ég alveg að ná þessu, hvað ég fundi eftir? Þetta er komið í gang núna. Já, það er spurning hvað það tekur nokkuð tíma. Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 27. apríl árinu 2022 og settur er fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta er bæjarstjórnarfundur númer 1352 og mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það er Valgarður L. Jónsson sem talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Einar Brandsson, varaforseti, Elsa Lára Arnardóttir, ekki Rakel Óskarsdóttir, hún er einmitt ekki hérna. Fyrst í lagi þetta hjá mér. Elsa Lára Arnardóttir, sem er annar varaforseti. Og þá er hér Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og varabæjarfulltrúarnir Þórður Guðjónsson og Ingþór Bergmann Þórhallsson sem að sitja fundinn í fjarveru þeirra Rakel Óskarsdóttir og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur. Einnig sitja fundinn er Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritur fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísar til C-liðar 15. greinar samþykktarins stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar að tekið verði inn með afbrigðum eitt mál. Það er mál nr. 2204-150 og er aðalfundur 2022 eigendafundur. Málið verði þá nr. 8 í dagskránni, verði afbrigðin samþykkt og númer annarra mála á fundinum þar fyrir aftan liðirast á sig því nemur og verði þá nr. 9 til og með nr. 11. Er einhverjir sem að hreyfa andmælum við því að þetta mál verði tekið á dagskrá? Svo er ekki og það skoðast þá samþykkt. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti fundaliður er málsnúmer 2202-107, jafnlaunavottun úttekt 2022. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu nr. 3497 á 7. apríl síðastliðinn uppfærða jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar í samræmi við ábendingar vottunaraðila og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar afgreiðslu. Úttekt vottunaraðila fór fram þann 28. febrúar og 1. mars síðastliðinn og voru gerðar smávægilegar athugasemdir orðalag fyrirliggjandi jafnlaunastefnu. Orðið er laust þennan fundarlið. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar með þeim breytingum sem gerðar hafa verið til samræmis við athugasemdir vottunaraðilans að gjöra svoleiðis gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundaliður málsnúmer 2204-124. IA, rekstur, samskipti og samningur 2022-2026. Bæjarstjórn Akraness og fulltrúar IA gerðu með sér samkomulag heildarúthlutun fjármuna vegna ársins 2022 til og með 2026 í desember síðastliðnum. Frá þeim tíma hafa fulltrúar bæjarstjórnar og IA ásamt embættismönnum Akraneskaupstaðar unnið að útfærslu þjónustusamnings við samstarfið sem nú liggur fyrir til afgreiðslu. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 13. apríl síðastliðinn þjónustusamning Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalagsins vegna áranna 2022 til og með 2026 og má taka fram að bæjarráð fagnaði niðurstöðunni og þakkaði fulltrúum IA fyrir samvinnuna í ferlinu. Og samningnum er hér vísað til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar Akraness af bæjarráði. Orðið er laust þennan fundarlið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja þjónustusamning við Íþróttabandalag Akraness 2022 til og með 2026 að gjöra svoleiðis gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta sé alveg við hæfi að
óska bæjarfulltrúum til hamingju með þennan áfanga. Mjög ánægjulegt að ljúka. Þá erum við komin að 3. fundarlið og forseti ætlar reyndar að gera þá tillögu að fundarliðir 3, 4 og 5 verði teknir til umræðu, allir í sem sagt einni umræðu og og að umræðan verði bókuð undir dagskrárlið 3 sem gerð verið grein fyrir umræðinni þar og hvert og eitt mál verið síðan eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega. Og við bæjarfulltrúa að rétt höfð eru samþykkið þessari afgreiðslu málsins. Það samþykkt. Þá best að kynna inn alla fundarliðina, en 3. fundarliður málsnúmer 2204-091. Þetta ársreikningur Akraneskaupstaðar 2021 A-hluti og felst þar undir aðalsjóður, eignasjóður, byggðasafni í Görðum og fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. Bæjarráð staðfesti á fundi sínum 13. apríl síðastliðinn ársreikninga aðalsjóðs og eignasjóðs með undirritun sinni og lagði til við bæjarstjórn Akraness að ársreikningar aðalsjóðs, eignasjóðs, byggðasafnsins í Görðum og fasteignafélags Akraneskaupstaðar SLF vegna ársins 2021 yrðu samþykktir. 4. fundarliður hefur málsnúmer 2204-098. Það ársreikningur Akraneskaupstaðar 2021 B-hluti og þar undir falla fasteignafélag Akraneskaupstaðar EHF, Gáma, Háhiti EHF og Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili. Bæjarráð staðfesti á sama fundi ársreikning Gámu með undirritun sinni og lagði til við bæjarstjórn Akraness að ársreikningar fasteignafélagsins EHF, Gámu, Háhita EHF og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis vegna ársins 2021 yrðu samþykkt. 5. fundarliður málsnúmer 2204-099 ársreikningur Samstæða og sama fundi þá staðfesti bæjarráð samstæðu ársreikning Akraneskaupstaðar með undirritun og lagði til við bæjarstjórn Akraness að reikningunum vegna ársins 2021 yrði samþykkt. Þessa 3 fundarliði tökum við hérna í einni umræðu, afgreinum síðan hvern og einn sérstaklega á eftir og það bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson sem fyrstur fær orðið og kynnir okkur niðurstöður ársreiknings. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég mun nú gera grein fyrir ársreikningi 2021 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Rekstrar afgangur ársins var 578 milljónir króna eða 721 milljón króna betri niðurstaða en var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun með viðaukum hjá okkur. Það var gert ráð fyrir tapið upp á 142 milljónir. Og 464 milljón króna betri niðurstaða en upphaflega áætlun hafði gert ráð fyrir en þar var gert ráð fyrir hagnað upp á 114 milljónir króna. Ljóst má vera af þessari niðurstöðu að Akraneskaupstaður að hrista nokkuð hratt af sér áhrif COVID sem höfðu veruleg áhrif á rekstur ársins 2020. Helstu liðir sem að vill byrja á að nefna að skuldaviðmið áfram mjög lágt og lækkar úr 24% í 20% og 12% lægra en gert var ráð fyrir í áætlun. Skuldir við lánastofnanir halda áfram að lækka og lækka nú 138 milljónir króna og nú einungis 919 milljónir króna en lífeyrisskuldbindingar hækka 140 milljónir króna samhliða endurmati á lífaldri og nú 3.916 milljónir króna. Veltufé frá rekstri var 11,35% af heildartekjum eða 798 milljónir króna.
Handbært fé í árslok var 1.571 milljón og lækkaði einungis 239 milljónir króna, en greidd langtímalán og greidd lífeyrisskuldbinding var samtals 596 milljónir á árinu og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum var 1.062 milljónir króna. Ekkert varð af fyrirhugaðri lántöku að fjárhæð 860 milljónir króna þar sem fjárfestingar voru 867 milljónir króna lægri en áætlað var, en einnig hafði mun betri rekstur ársins áhrif á að lántaka var ekki nauðsynleg. Ásetningur einkennist miðað við mörg fyrri ár, hins vegar af verulegum fjárfestingum, töluverðri niðurgreiðslu langtímalána eða skuldbindinga, en afar ánægjulegt að rekstrartekjur hafa vaxið töluvert umfram rekstrargjöld sem var áhyggjuefni á árinu 2020. Má segja ákveðin varnarsigur hafði náðst árið 2020 að skila rekstrinum í jákvæðri rekstrarniðurstöðu sem við getum verið stolt af, en nú erum við að sjá verulega góða rekstrarniðurstöðu. Jafnframt rekstrarniðurstaða jákvæða 146 milljónir fyrir fjármagnsliði og tekjur af gatnagerð vegna þéttingu byggðar hafði auðvitað veruleg áhrif. En á árinu 2020 hafði verið tap upp á 228 milljónir fyrir fjármagnsliði, þannig að bætingin verulega á milli ára. Afar mikilvægt að halda áfram að vera ábyrg í fjármálastjórninni og draga úr útgjaldaaukningunni, en á þessu verðum við einnig að bera gæfu til að nýta þau sóknartækifæri sem í atvinnumálum og í uppbyggingu innviða. Ef við lítum á rekstrartekjur og skoðum nánar hvernig þær að brjótast upp í samstæðureikningnum, þá eru rekstrartekjur 9.424 milljónir króna eða 1.116 milljónir umfram áætlun ársins með viðurinn og 1.350 milljónir króna umfram upphaflega áætlun ársins, sem skýrist af stærstum hluta af endurmati á áætlunum eftir uppfært mat á tekjum jöfnunarsjóðs og af öðrum tekjum. Tekjuvöxtur verulegur af staðgreiðslu útsvars og sömuleiðis framlögum jöfnunarsjóðs umfram áætlanir. Tekjur vaxa því 15,6%, en reikna má að hluta til að þar að koma tilbaka tekjur sem að við áttum inni vegna samdráttar sem hafði verið á árinu af tekjuvexti á árinu 2020. Útsvar á fasteignaskattar 514 milljónir króna yfir áætlun og 548 milljónum yfir áætlunum ef miðað við upphaflegar áætlanir ársins og hækka tekjur á útsvari af fasteignaskattum 516 milljónir á milli ára eða sem nemur 15,6%. Framlög jöfnunarsjóðs 1.547 milljónir króna og hækka 297 milljónir á milli ára og það ánægjulegt tekjuminnkun á árinu 2020. Það samt áhyggjuefni að það dugar ekki til að standa undir öllum kostnaðarliðum af málaflokkum sem að komi frá ríkinu, sem ég fer betur yfir síðar. Má þar nefna tap á málefnum fatlaðra sem 250 milljónir króna og uppsafnað tap frá árinu 2011 717 milljónir króna, sem ég mun gera grein fyrir betur og eftir. En ef við rýnum nánar þau áhrif sem eru í sveitarfélaginu, þá lagðist í smá greiningu á því hvernig tekjurnar að verða til og hvernig greiðslur til útsvarsgreiðenda á Akranesi eru. Hækkun staðgreiðslu skyldna greiðslna er 1.447 milljónir króna á milli ára, en launagreiðsla 1.934 milljónir króna og lækkun atvinnuleysisgreiðslna nú 414 milljónir króna á milli ára. Þetta fáum við með því að skoða nýjan gagnagrunn sem við höfum haft aðgang að núna í ár og alltaf verið að bæta upplýsingagjöf og á myndinni til vinstri hægt að sjá hvernig hægist í rauninni á uppsveiflunni sem hafði verið hér á Akranesi. Þetta gerist í rauninni fyrir COVID hér á Akranesi. Við vorum farin að sjá samdrátt hér í upphafi árs 2019. Og samdráttarskeiðið vegna COVID síðan mjög sýnilegt
En nú greinilegt að uppsveifla og launagreiðslur hækka eins og ég áður nefndi 1934 milljónir króna á milli ára eða 6,5%. Þetta mjög ánægjulegt að við séum að sjá að þeir sem að greiða laun hér á Akranesi og þeir sem þiggja laun á Akranesi að það sé þessi góði vöxtur í samfélaginu. Heildar staðgreiðsluskyldar tekjur hækka hins vegar einungis 1457 milljónir eða 3,6%. Þar auðvitað skýringin að við erum að sjá að sem betur fer að það lækkun á atvinnuleysisgreiðslum og svo auðvitað ýmiss konar önnur samspil í þessu sem að hafa áhrif. En við vorum dæmi má nefna að við á Akranesi voru greiddar árið 2019 30.437 milljónir í launagreiðslur. Það lækkaði milli 2019 og 20 og var fjárhæðin 29.681 milljón og lækkunin 756 milljónir króna. En hækka síðan á ný upp í 31.615 milljónir króna og því að hækka nú 1934 milljónir eins og ég áður nefnt milli áranna 2020 og 2021. Atvinnuleysisgreiðslur lækka verulega á milli ára en til samanburðar má nefna árið 2019 voru greiddar 276 milljónir í atvinnuleysisgreiðslur á Akranesi á árinu 2019. Þær voru hins vegar á árið 2020 orðnar 952 milljónir króna og 2021 þær 538 milljónir. Atvinnuleysisgreiðslur nú 414 milljónir lægri en árið 2020 en ennþá 262 milljónir hærri en árið 2019. 2021 við að sjá vissulega að við erum búin að hafa góðan stíganda og atvinnuleysi fór hratt lækkandi allt árið 2019 og atvinnuleysi á Akranesi nú 2,4% í mars, núna í 2022 og hefur ekki verið lægra síðan í október 2019 það mældist 2,2%. Fæðingarorlofsgreiðslur fara síðan úr 301 milljón í 396 milljónir á árinu 2021 að hækka 95 milljónir eða 31,6%. Vonandi veit þetta bara á að við von á fjölgun barna í samfélaginu. Þetta að sýna það. Á myndinni til hægri má sjá samanburð á launagreiðslum á milli áranna 2019 til 2022 og ánægjulegt að við sjáum verulega hækkun launagreiðslna fyrstu 2 mánuði ársins 2022 með við fyrra ár og ágætan vöxtum var á milli áranna 2021 og 2022 og launagreiðslur eins og áður nefndi hækka þarna í heildina 1934 milljónir. Áhugavert í þessari framsetningu að sjá samdráttinn sem greinilegur á milli áranna 2019 og 2020 en launagreiðslur lækkuðu 756 milljónir á þeim árum. Og þessi samanburður allur sýnir án vafa að samfélagið á Akranesi í sókn. Við höldum áfram að skoða nánar greiningu á samfélaginu og greiðslum á launagreiðslum og þróun í fjölda launþega og þróun í fjölda launagreiðenda á Akranesi. Og þá jákvæð teikn á merki í lofti á flestum, í öllum tölum sem við rýnum. En launagreiðslur hafa verið á uppleið frá því í apríl 2020 og góður vöxtur í fjölda launþega og í fjölda launagreiðenda. Og fjöldi einstaklinga sem að fá greidd staðgreiðsluskyld laun að vaxa á ný. Fjöldi launagreiðenda sem greiða staðgreiðsluskyld laun hafa aldrei verið fleiri. Og skoðað þróun launagreiðslna þá virðist Akranesi vera að taka við sér hægt og bítandi seinni hluta árs 2020 og heldur svo vöxtur áfram. Og nú fjöldi einstaklinga sem fá staðgreiðsluskyld laun 3.978 og hafa aldrei verið fleiri á Akranesi. Jafnframt var verulegur vöxtur í fjölda launagreiðenda til launþega á Akranesi og þeir nú 823. Þessi jákvæða þróun ekki sjálfgefin eins og finna má mörg dæmi í öðrum sveitarfélögum.
stóran hluta árs 2019 voru 3.900 launþegar á Akranesi, en það meðaltal lækkaði niður í 3.841 og fór niður var komið niður í febrúar 2020 og fer lækkandi niður í 3.696 launþega í maí 2020, en hélst svo nokkuð stöðugt út árið 2020, það hvorki batnaði né versnaði. Töpuð störf á Akranesi voru því nálægt 200 í loka árs 2020. Nú hefur störfum fjölgað á ný og fjöldi launþega sá mesti sem mælst hefur á Akranesi eða 3.978 og stutt í að við förum í fyrsta skipti yfir 4.000 störf. Fjöldi launagreiðenda fækkaði sömuleiðis í COVID og fór úr 809 í apríl 2019 niður í 747 í apríl 2020 og hefur nú vaxið á ný og komin vel yfir fyrri stöðu og nú eru 827 launagreiðendur á Akranesi. Launþega á Akranesi. Og þegar við höldum áfram að fara dýpra í þessa greiningu, þá áhugavert að skoða þróun launagreiðslna og fjölda launþega og hvernig það skiptist niður á hinar ýmsu atvinnugreinar á Akranesi. Þar má sjá að í öllum atvinnugreinum erum við að sjá styrkingu á Akranesi núna á milli ára og störfum að fjölga. En ef skoðið þróun launagreiðslna, þá góður vöxtur á milli ára í launagreiðslum í öllum stærstu atvinnugreinum, svo sem hjá framleiðslufyrirtækjum, vöxtur 4,9%, í opinberri þjónustu 4,5%, í verslun og þjónustu 4,6%, en þessar þrjár greinar standa undir 72% af launagreiðslum á Akranesi árið 2021. Athyglisvert finnst mér þó mest að skoða aðrar greinar sem hafa látið minna fara fyrir sér á liðnum árum. En hækkun launagreiðslna í byggingastarfsemi nú 13,4% á milli ára, í sérfræði og vísindastörfum hækkun í 9,7%, í sérhæfðri þjónustu 27,9% og í einkennandi greinum ferðaþjónustu 16,6%. Saman gera þessar fjórar atvinnugreinar standa þær undir 24% af launagreiðslum á Akranesi árið 2021. Jafnframt leiðir greiningin í ljós að miðað við meðalfjölda starfa þá töpuðust 19 störf á milli áranna 2018 og 19. Það töpuðust 145 störf á milli áranna 2019 og 20. Hins vegar mjög mikill vöxtur nú á milli ára og 247 störf, fleiri störf eða fleiri launþegar í febrúar 2022 miðað við febrúar árið 2021. Þannig að það alveg ástæða til þess að vera jákvæð gagnvart þróuninni núna á Akranesi. Ef við rýnum svo rekstrargjöldin, þá rekstrargjöld samstæðu á árinu 2021 samtals að meðtöldum afskriftum 9.278 milljónir króna og aukast 10,7% á milli ára. Þar af hækka launagjöld án lífeyrisskuldbindinga 427 milljónir króna eða sem nemur 7,8%. Lífeyrisskuldbindingin hækkar 143,6 milljónir króna eða sem nemur 36% rúmlega og annar rekstrakostnaður hækkar 305 milljónir króna eða 13,5%. Afskriftir aukast 21,8% milli ára eða 9%. Rekstrargjöld án afskrifta aukast í 875,6 milljónir á milli ára, en rekstrartekjur aukast á sama tíma 1272 milljónir króna. Því rekstrartekjur aukast 396 milljónir króna umfram rekstrargjöld á tímabili. Þetta hafði verið töluvert ágefni á árinu 2020, en við erum að sjá þarna mikilvæga umpólun og þróun í þessu hjá okkur. Ef við berum hins vegar rekstrargjöld samanborið við áætlun,
þá voru þau eins og áður sagði 9.278 milljónir eða 556 milljónir umfram áætlun með viðaukum, en sem skýrist af 111 milljónum í launagjöldum, 136 milljónum hærri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, 309 milljónum króna hærri annars rekstrakostnaðar og gjöld eru þar í 10,7% yfir því sem við höfum áður sett fram. Ef við lítum svo til þess sem að þetta öllu máli skiptir, hvernig afkoman að koma út hjá okkur, þá byrjum við á að skoða hvernig rekstrarafkoman fyrir óreglulega lið. Sértekjur sem við fáum ásamt fjármagnsgjöldum sem að skila okkur töluvert eins og arðgreiðslum og öðru, þannig að þetta fyrir þá lið. Og rekstrarafkoma fyrir óreglulega lið jákvæð sem nemur 308,9 milljónum á árinu 2021, en var neikvæð sem nam 21,3 milljónum á árinu 2020. Og á árunum 2018 til og með 2020 var rekstrarafkoma jákvæð fyrir óreglulega lið að meðaltali 446 milljónir króna. Við erum ekki búin að ná þessum frábæra meðaltali sem við vorum með þarna á undan, en við ætlum okkur svo sannarlega að komast þangað, en við erum langt komin. Talsverð sveifla hefur verið á hlutfalli rekstrarafkoma að rekstrartekjum, en það var neikvætt 0,3% á árinu 2020, en nú jákvætt 3,3% fyrir árið 2021. Og á árunum 2018 til og með 2020 hlutfallið meðaltali 5,7%, en hafði reyndar verið mun lægra árin þar á undan. Mikilvægt að vinna áfram markvisst í rekstrinum svo við náum sama rekstrarárangri og hafði verið á árunum 2017 til 2019. Og tilhlökkun hjá bæjarstjóra og öðrum starfsmönnum að takast á við það spennandi verkefni sem við vorum í á árinu með KPMG og fengum þar margar góðar ábendingar hvernig má ná fram enn bættum rekstri í starfsemi. Má segja að næsta stóra stefnumarkandi skref í þeirri vinnu bíði ákvörðunar þeirra bæjarstjórnar sem tekur við eftir fáeinar vikur. Ef við skoðum aðeins dýpra ofan í svo hvernig heildarrekstrarafkoma lítur út og í lok árs var eins og ég nefndi hér í upphafi þá var rekstrarafgangur þegar við vorum búin að telja allt upp úr kössunum, og þá var rekstrarafkoma jákvæð sem nemur 578,4 milljónir króna á árinu 2021. Óreglulegir liðir á árinu 2021 voru samtals að fjárhæð 269 milljónir og það meðal annars tilkomið vegna gatnagerðartekna vegna þéttbýlli byggðar, námu 212,4 milljónum og svo komið svona nettó liðir á móti því ásamt því að við vorum með aðra óreglulega liði sem að höfðu áhrif. Þannig að fjármagnsliðir eru þarna jákvæðir 162 milljónir. Þar vegur þyngst að arðgreiðslur frá félögum að skila 268 milljónum á árinu, en góð staða handbærsfjár skilar okkur 39 milljónum í vaxtatekjum og lágar skuldir Akraneskaupstaðar þýða einungis 114 milljónir króna eru greiddar í vaxtagjöld og verðbætur. Það skilar síðan þessum ágæta rekstrarafgangi upp á 578 milljónir. Ef við rýnum síðan í stöðu efnahagsreikningsins, þá voru heildareignir 15,5 milljarðar króna, hækka 706 milljónir á milli ára. Þar aukast fastafjármunir 627 milljónir, skammtímakröfur hækka 318 milljónir, handbært fé lækkar 239 milljónir, skuldir og skuldbindingar samstæða í árslok nema 6 milljörðum 17 milljónum, hækka 68 milljónir. Þar vil ég nefna sérstaklega að skuldir við lánastofnanir eru í árslok 918 milljónir og lækka 138 milljónir á milli ára. Og lífeyrisskuldbindingin nemur í árslok 3 milljörðum
916 milljónir króna en þær hafa hækkað nú frá fyrra ári 140 milljónir rúmar og kemur það meðal annars vegna hækkandi lífaldurs sem var endurmat á árinu. Og eigið fé í árslok nemur 9.033 milljónum króna og eigið fjárhlutfall í árslok 58%, hækkar því 1% frá fyrra ári. Það var mikilvægt að rýna þróun lífeyrisskuldbindingar vegna þess að það frekar ansi stór liður og mjög hár hjá Akraneskaupstað miðað við mörg önnur sveitarfélög. Og þróun lífeyrisskuldbindingar nemur í árslok 3.916 milljónum og hækkar 140 milljónir frá fyrra ári. Á árinu var greitt inn á lífeyrisskuldbindinguna 373,5 milljónir króna. Sem 178 milljónir króna minna enn á árinu 2020. Á fyrra ári vorum við að fengum við auka greiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur á skuldabréfi. Við fengum það sömuleiðis á árinu 2021, það var bara lægri greiðsla sem að koma inn á árinu. Þannig að þessi 2 ár eru að einhverju leyti nokkuð óvenjuleg. En samtals, eins og ég nefni hér, voru greiðsluna 373 milljónir. Það sérstök greiðsla inn á lífeyrissjóð Akraneskaupstaðar sem rekstri hjá Brú 190 milljónir og þar þessi áðurnefnda uppgreiðsla til Orkuveitu Reykjavíkur á skuldabréfi sem við nýtum í að lækka beint lífeyrisskuldbindingar okkar. Og hefur þessi greiðsla ásamt endurmati á lífeyrisskuldbindingunni haft veruleg áhrif og létt á greiðslu lífeyrisskuldbindingar hjá okkur til framtíðar. Og svona nokkur tíðindi hafa verið á síðasta ári og rauninni árinu þar á undan. Sem undanfarin 15 ár hafa verið uppi miklar áhyggjur af því að framtíðar kynslóðir íbúa þurfa að greiða lífeyrisskuldbindingar vegna lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar. En nú eru greiðslur búin að vera að ná jafnvægi þrátt fyrir endurmatið sem vorum að ganga í gegnum og erum komin í rauninni á góðan stað hvað varðar næstu tímabil. Ég ætla aðeins að gera betur grein fyrir því. Á árinu 2021 var reiknuð hækkun lífeyrisskuldbindingar 653,9 milljónir en hafði verið 370,7 milljónir á árinu 2020 og því 283 milljónum hærri en á fyrra ári. Samt sem áður, þrátt fyrir þetta högg, þá þetta töluvert minna högg í gjaldfærslu en við óttumst og ákveðum við til dæmis ekki að nýta 200 milljón króna varasjóð sem við eigum inni áfram fyrir framtíðarkynslóðir til að vinna með ef við þurfum að takast á við einhver högg í lífeyrisgreiðslum eða endurmati á lífeyrisskuldbindingum til framtíðar. Svo en til samanburðar vegna þess að við vorum að horfa á þarna töluvert mikla greiðslur á lífeyrissjóð og sérstaklega greiðslur til Orkuveitunnar, þá hefðbundnar greiðslur af lífeyrissjóði 182 milljónir á árinu 2021. En á næstu 15 árum meðaltalið 164 milljónir króna. Það vissulega aðeins stingra á næstu árum, en meðaltal næstu 5 ára 186 milljónir og ferða lækkandi 5 árin frá 2027 til 2031 í 156 milljónir og 5 árin þar á eftir 2032 til 2036 meðaltalið 149 milljónir króna. Samtals erum við að greiða á þessar skuldbindingar tæplega 3 milljarða töluvert lengri tíma en 1645 milljónir króna af því koma til greiðslu eftir 16 ár eða síðar. Þetta auðvitað mjög mikið fagnaðarefni að við séum ekki að sjá þyngsli í rekstrinum hjá okkur hvað þetta varðar. Og við höfum verið að leggja í mikla vinnu í að tryggja að viðbóta skuldbindingar frá öðrum stofnunum og fyrirtækjum að fjárhæð 2.331 milljón sem Akraneskaupstaðar í bakábyrgð fyrir lendi ekki á Akraneskaupstaðar. Og við verðum að leggja mjög mikla vinnu í það til framtíðar að tryggja
að þessar skuldbindingar sem þarna eru séu örugglega ekki að koma á kaupstaðinn. En þessi bakábyrgð er fyrir utan efnahagsreikning en er gert grein fyrir henni í ársreikningi. Hér skiptir höfuðmáli að tryggja að viðbótargreiðslur þessara stofnana og fyrirtækja séu nægilega háar en þau greiða nú viðbótarframlög vegna verðbóta á lífeyri. Jafnframt vil ég enda þessa yfirferð á lífeyrisskuldbindingum á að í ár er komið að 5 ára endurskoðunarákvæði vegna lífeyrisskuldbindinga Höfða og mikilvægt að setja í gang vinnu vegna þessa endurmats. Fyrir 5 árum síðan náðist þessi magnaði árangur og sigur sem að leiddi til þess að 1 milljarður í skuldbindingum ríflega sem hafði áður verið til vegna Höfða var færður út úr bókum okkar og kemur inn sem hagnaður inn á bókfærður hagnaður inn á starfsemi Höfða á árunum 2016 ef ég man rétt. En ekkert var að fyrir það lántöku, nú svo ætla ég að skipta hennum, nú ætla lántöku aðeins yfir í sjóðstreymið og skipta aðeins gír en handbært fé frá rekstri á árinu nemur 1.077 milljónum króna og hækkar því 80 milljónir á milli ára eða sem nemur 8%. Fjárfestingarhreyfingartímabilsins námu 761 milljón og hækkaði 90 milljónir á milli ára og þar af nemur fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 1.063 milljónum króna. Fjármögnunarhreyfingartímabilsins eru neikvæðar, nemur 556 milljónum, en þar af námu afborganir langtímalána 222 milljónum króna og greidd lífeyrisskuldbinding 373 milljónum króna. Handbært fé í árslok nemur 1.571 milljón króna en nam 810 milljónum í árslok 2020 og því lækkaði 239 milljónir króna á milli ára eða sem nemur 13,2%. Þarna vil ég aftur minnast á að ekkert varða fyrirhugaðri lántöku að fjárhæð 860 milljónir króna. Þar kemur til að við fjárfestingar úr 867 milljónir lægri en áætlað var, áttu að verða 1940 milljónir króna en voru upp á 1.062 milljónir. En einnig hafði mun betri rekstur ársins áhrif á að lántaka var ekki nauðsynleg og erum í raun stefni að verða rúmu ári síðar með þessar lántökur en það er verið að fara í mikið af uppbyggingarverkefnum á árinu. Ein af lykilstærðunum sem við horfum í að sjá hvernig reksturinn er að þróast og hvernig hann er að ganga er að horfa í veltufé frá rekstri. Veltufé frá rekstri hélt áfram að vera gott og var 19 milljónir króna eins og þarna sést og afskaplega ánægjulegt að sjá þessa þróun í samstæðinu hjá okkur og þarna erum við að sjá hlutfall sem við vorum með árið 2019 og erum þá svona að ná að jafna okkur hratt eftir áhrif af COVID á rekstur kaupstaðarins. Við erum vissulega ekki komin í sambærilegar tölur og við sáum á árinu 2018 en þessi þróun gefur okkur vonum að við komumst hratt þangað. En veltufé sem hlutfall af tekjum er nú upp á rúm 16% og dregur þetta nokkuð vel fram styrkleika kaupstaðarins og þá sérstuðu Akranskaupstaðar að rekstrarhagnaður til að geta til fjárfestinga er nokkuð meiri en svo rekstrarhagnaður sem er til á árinu fjárhæð 578 milljónir króna. Þá geta til fjárfestinga og til afborgana skuldum og skuldbindingum áfram mjög mikið. Engar lántökur eins og áður ég minntist á áður voru nauðsynlegar líkt og mörg sveitarfélög hafa þurft að gera en við erum þá að undirbúa núna lántöku á seinni hluta ársins 2022 vegna fjárfestinga sem að nú eru í gangi. Það er afar mikilvægt að horfa til veltufjársins og getu til fjárfestinga og getu til að borga af skuldbindingum þegar við erum að horfa til þess hversu mikið við ætlum að taka í lán. Og þessi samsetning er nú þannig að við horfum upp á það að
að afborganir af þeim lánum eða við þau vaxtakjör sem nú bjóðast á markaði ekki að fara að íþyngja okkur umfram það sem við höfum verið að greiða á undanförnum árum. Við förum í þá lántöku bjartsýn hvað starfsemina varðar. En í þessu samspili einmitt ég að tala fjárfestingar. Þá skiptir máli að sjá hvernig þróun hefur verið hjá okkur. Hér má sjá á mynd til vinstri að fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum var 1.062 milljónir króna sem en svona birtingarmyndin í ársreikningi að fjárfestingar hreyfingar séu 761 milljón en við vorum með ári fjárfestingum það sem var upp á 1.062 milljónir og svo erum við með tekjur af gatnagerðargjöldum upp á 163 og aðra svona eignarliði sem að hafa áhrif á þessa fjárfestingar hreyfingar en eins og myndin sýnir þá er hérna þetta samsetningin hjá okkur. Og eins og hér má sjá því fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 1.062 milljónir. Þar er stærst þjónustumiðstöð aldraða upp á 221 milljón, Garðasel ný leikskóli upp á 205 milljónir, götur og gangstígar 204 milljónir króna, Grundaskóli 116 milljónir, íþróttamannvirki 80 milljónir og þar vegur stærst í rauninni það sem snýr að jaðarskoti, grunnskólalóðir 55 milljónir og Reiðhöll Dreyra 47 milljónir króna. Eins og sjá má þá voru áætlanir fyrir þessi verk nokkuð hærri en skýrist það af því að hluti verkefna hefur tekið lengri tíma að vinna fyrir utan grundaskóla en kom inn sem viðbót sem ekki var í áætlanum í upphafi árs. Við erum áfram í samstæðureikningnum og við þurfum að horfa til ákveðna lykilstærða sem að bæjarfulltrúum í rauninni lögbundið að fylgja sérstaklega með. Það annars vegar lykiltölur sem snúa að þróun rekstrarjafnaðar og skuldaviðmiðs. En þróun í rekstrarjafnaðar þarf að vera jákvæður að meðaltali yfir 30 ára tímabil. Reyndar var töluvert að þessu aftengt sérstaklega á tímum COVID en við höfum ekki þurft að grípa til slíkra úrræða hér á Akranesi. En hann heldur áfram að vera jákvæður hjá okkur og núna 2.060 milljónir í árslok 2021. Og samanlögð rekstrarafkoma síðustu 3 ára fyrir óreglulega liði, það að segja meðal annars uppgjör og lífeyrisskuldbindingar nemur samtals 908 milljónir króna. Og skuldaviðmiðið, það að segja heildarskuldir af skuldbindingum A og B hluta sem hlutfalla reglulegum tekjum nema í árslok 2021 20% en hámarkið 150%. Þannig að þarna öll viðmiði mjög jákvæð og þetta verður að nefna að mjög jákvætt að sjá að skuldaviðmiði hefur frá árinu 2016 lækkað úr 62% í 20%. Hins vegar eru til fleiri lykilstærðir sem að gera þá grein fyrir öllum skuldum. Það þá skuldahlutfall. Skuldahlutfall að segja allar skuldir sem hlutfalla rekstrartekjum. Þær hafa sömuleiðis farið markvisst lækkandi frá árinu 2016 þegar það nam 99% og nemur nú 69%. Þarna inn eru allar lífeyrisskuldbindingar okkar sem dæmi. Eigið fjárhlutfall hefur samaskapi farið hækkandi, stendur í 55% í lok árs 2016 og fer í 58% í árslok 2021. Og EBITDA-framleiðin hjá okkur hefur verið að minnka undanfarin ár en EBITDA-framleiðin nam 11,6% árið 2017. EBITDA-framleiðin á árinu 2021 var 4,4% en á árinu 2020 var það einungis 0,2%. Við erum að sjá jákvæða þróun þarna en við viljum auðvitað sjá EBITDA-framleiðina enn hærri til framtíðar. Geta staðið í rauninni öllum nauðsynlegum fjárfestingum og geta tekist á við áföll ef þau verða til dæmis í starfsemi
Orkuveitu Reykjavíkur, en í dag erum við að njóta þess góðs af því að fá arðgreiðslur þaðan. Lykiltölur eins og áfram, veltufjárhlutfallið gefur okkur til kynna getu samstæðuna til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu 12 mánuði og þarf að vera einn til þess að við getum sagt að það sé við séum með virkilega góða stöðu hvað það varðar. Við erum að gera áfram gott betur en það og nemur það núna 1,8 hjá okkur í árslok 2021 en meðaltal síðustu ára var það 2. Mig langar síðan að vekja athygli á framleiðarhlutfalli sem við vorum að skoða sérstaklega í vinnu með KPMG og hér hefur við klippt inn mynd sem að sýnir í rauninni í hvað við vorum að áætla í dökkbláu línunni að framleiðarhlutfallið yrði sem væri töluvert undir þessum svona viðmiðunarmörkum sem að eftirlitsnefnd með starfsemi sveitarfélaga setur og það þessi rauðpunktalína sem að þarna sást. En rekstrarniðurstaðan hins vegar töluvert betri þegar við erum að gera upp þetta ár og erum þarna í 4,35%. Þannig að við erum þarna yfir þessu lágmarki með að við skuldaviðmið sem eru sett í framleiðarhlutfalli sem vel. Ja, það er gott að rifja þessa forsendur upp. Veltu fé frá rekstri hins vegar eins og við þekkjum mjög gott og rauða punktalínan sýnir rauninni lágmarki sem að við þyrftum að vera í og við vorum að gera ráð fyrir að vera vel yfir því eða í kringum 10% og erum að loka árinu 2021 með 16,12% og erum þá langt yfir því sem hafði verið í fyrri áætlunum og auðvitað mjög langt yfir því sem að eftirlitsnefndin setur sem viðmið fyrir sveitarfélög að vinna með. Þá ætlum við enn og ný að skipta gír. Við erum þá búin að ljúka yfirferð á samstæðunni og færum okkur nú í A-hlutann. Og þá gott að horfa að rekstrartekjur okkar útsvör og fastanegjöld hækkuðu 516 milljónir frá árinu 2020 og eru 5.598 milljónir króna á árinu 2021. Það 10,16% hækkun á milli ára. En síðustu ár hefur aðeins dregið úr vexti og útsvari af fasteignasköttum, þannig að þetta mikilvægt að sjá núna vöxtinn aftur hjá okkur hvað þetta varðar. Það styður rauninni við greininguna sem ég fór í hér áðan, hvernig launagreiðslur að þróast á Akranesi. Framlög jöfnunarsjóðs hafa lækkað undanfarin ár, en hækka núna aftur á árinu 2021 og eru 1.547 milljónir á árinu 2021 og hækka því 296 milljónir króna hafa hækkað 296 milljónir króna frá árinu 2020 eða 23,7%. Aðrar tekjur eru að hækka 267 milljónir árinu 2020 og eru 1.071 milljónir á árinu 2021 sem hækkun 33,3%. Laun og launatengd gjöld, en þar voru á árinu launagjöld utan lífeyrisskuldbindingar alls 4.949 milljónir króna eða 66,71% sem nemur hlutfall af rekstrartekjum. Já, þetta reyndar ekki alveg rétt þarna, það stendur voru launagjöld utan lífeyrisskuldbindingar, þetta sem sagt launagjöld með lífeyrisskuldbindingum eru 66,71%. En hins vegar eru launagjöld án lífeyrisskuldbindinga 60,23%. Þetta þróun sem við höfum venjulega verið að fylgjast með hjá okkur, þar sem að launagjöld með lífeyrisskuldbindingum hafa hækkað úr 62% eins og það var 2017 og upp í 69,6% árið 2020 en lækkar nú í 66,7%. Það ákveðum að bæta inn á þessa mynd sömuleiðis línu sem að sýnir hvernig þróunin án lífeyrisskuldbindinga
Þar þetta hlutfall að fara árið 2017 í 55,6% og upp í 64% árið 2020 og lækkar nú á ný niður í 60,2%. Þarna mikilvægt að horfa á báðar þessar stærðir, því árið við til dæmis að fá inn verulega gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga sem hefur áhrif á reksturinn og hefur þá áhrif á það hvernig þetta hlutfall reiknast á hverju ári. En launagjöld hækka 372 milljónir króna frá árinu 2020 eða 8,1%, en launavísitala hefur hækkað 7,5%. Þannig að launaþróunin hjá okkur hærri en sem nemur launavísitölu. Langar mig að gera aðeins betur grein fyrir því. Þar vil ég byrja á að nefna viðbótarkostnað vegna atvinnuátaksverkefnisins sumarstörf og hefjustörf var 88,8 milljónir árið 2021, en endurgreiðslur frá Vinnumálastofnun námu 44 milljónir króna árinu 2021. En þetta hins vegar birtist sem hærri launagjöld hjá okkur og telur þá í því samhengi. Og laun og launatengd gjöld hafa hækkað 1214 milljónir frá árinu 2018 og launavísitalan 35%, en launavísitala hefur hækkað 32,5%. En ef við greinum aðeins nánar hvernig þessi 372 milljónir króna eru að þróast í okkur, þá þarf einmitt að horfa í það að stöðugildum fjölgaði úr 493,8 í 505,7 stöðugildi eða 11,9 stöðugildi á árinu. En flest stöðugildin bættust við á velferðar- og mannréttindasviði eða 11,6 og 1,4 bættust við á stjórnsýslu- og fjármálasviði, 0,4 stöðugildi bættust við á skóla- og frístundasviði, en fækkun var 0,2 stöðugildi á skipulags- og umhverfissviði og stöðugildum fækkað 1,5 í atvinnu, ferða- og menningarmálum. Við styttingu vinnuvikunar og vegna breyttra vaktatöflu vaktavinnufólks komu nýir launaliðir sem kallast vakthvatar og breytingagjald. Ekki var áætlað fyrir þessum launalið en heildargreiðslur urðu 12,8 milljónir vegna ársins 2021. Má því draga saman hækkun launagjalda á milli ára sem nemur 372 milljónum með eftirtöldum hætti, 121,9 milljónir vegna hækkunar kjarasamninga, 83 vegna hækkunar á yfirvinnu, bæði tengt kjarasamningum og auknum unnum yfirvinnutímum, 116,5 milljónir vegna fjölgun stöðugilda, 37,8 milljónir vegna sumarstarfa og átaksins hefjustörf. Það var líka á árinu 2020, þannig að það hækkunin þarna á milli ára 37,8 og síðan 12,8 milljónir vegna áhrif á styttingu vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki og þetta gerir samtals 372 milljónir krónur. Þetta samanburður á milli ára en mig langar að minnast einnig á að frávik vegna yfirvinnu voru 87,1 milljón miðað við áætlun ársins og það svona liður sem við þurfum að vinna betur með hjá okkur. Ef við förum síðan inn í annan rekstrakostnað, þá var á árinu annar rekstrakostnaður 2.446 milljónir eða það 30% sem hlutfall af rekstrakostnaði. Annar rekstrakostnaður hækkaði 296 milljónir frá árinu 2020 13,8%. En vísitala neysluverðs var á árinu hafði hækkað frá árinu 2021 5,7%. Og annar rekstrakostnaður hefur hækkað 697 milljónir frá árinu 2018 eða 39,9%. Helstu liður í hækkun nú á milli ára eru sérfræðiþjónusta hækkar 98 milljónir og ýmis aðkeypt-þjónusta var 177 milljónum yfir og liggur það í félagsþjónustu sem umfram 82,4 milljónum í liðum eins og stuðningsfjölskyldum, barnavernd, heimsendum mat aldraðra, stuðningsþjónustu og búsetuþjónustu sérúrræði og síðan var eignasjóður umfram 85 milljónir
Þarna þarf þó að hafa í huga að áætlunin lá inn á viðhaldsliðum, en liðurinn mannvirkja, gerð og viðhald undir hins vegar annars staðar sem nemur 66 milljónum króna. Aðrir málaflokkar eru ýmist yfir eða undir áætlun en framangreint eru stærstu skýringarnar. Ég nefndi hér fyrr í kynninguna að ég ætlaði að gera betur grein fyrir því sem við höfum verið að vakta vel hér bæjarstjórnin í heild og höfum haft vaxandi áhyggjur af, en það uppgjör á rekstri málaflokks fatlaðra. En við gerum grein fyrir því í þessari glæru að frá árinu 2011, en það ár þegar að málaflokkurinn var komin yfir frá ríkinu, að þá hefur verið taprekstur öll ár uppsafnað eins og gert grein fyrir hér í þessari glæru fyrir utan árið 2018 þegar komin inn sérstök greiðsla meðal annars til þess að vega upp á móti þessu. Og samtals erum við að sjá að uppsafnað rekstrartap Akraneskaupstaðar af málefnum fatlaðra 717 milljónir króna. Það verður að teljast áfram verulegt áhyggjuefni að ríkið sé ekki að greiða í gegnum jöfnunarsjóðinn nægilegt fé með þessum verkefnum og það þarf að fylgja vel eftir vinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem hefur verið í gangi og Haraldar Líndals sem hefur verið að halda utan þá vinnu, að það fara að skila sér alvöru fjármunum tilbaka til sveitarfélaga í þessu. Þið getið ímyndað ykkur ef við erum að fara að fá 250 milljónir í tap eins og var á árinu 2021, bara út af þessum lið, hversu mikið við getum bætt reksturinn ef að ríkið kemur einfaldlega og lagar þennan lið og erum þá í rauninni búin að laga allar kennitölur á einu bretti og gera þær líklega, gerum Akraneskaupstað líklega eitt best rekna sveitarfélag landsins á einu bretti bara með þessari breytingu. Og ef við förum síðan aðeins dýpra ofan í sjóði í A-hluta, þá mikilvægt að horfa í aðalsjóðinn fyrst sem auðvitað langstærstur og hlutverk aðalsjóðs umsjón með hefðbundinni starfsemi sveitarfélagsins sem lýtur fremst að lögbundnum verkefnum og heyrir sjóður beint undir sveitarstjórn. Starfsemi aðalsjóðs að mestu fjármögnun með skatttekjum. Rekstrartekjur námu 8.269 milljónir króna og því tæpum 1.061 milljón króna hærri en áætlanir með viðaukum gerðir ráð fyrir. Mismunurinn liggur aðallega í 507 milljón króna hærri skatttekjum en áætlanir með viðaukum gerðir ráð fyrir og vegna hærri framlaga frá jöfnunarsjóði en greiðslur voru 277 milljónir króna en áætlanir gerðir ráð fyrir. Rekstrargjöld tímabilsins námu 8.351 milljónir króna en áætlanir höfðu gert ráð fyrir rekstrargjöldum að fjárhæð 7.729 milljónir króna og voru rekstrargjöld í samtals 622 milljónum yfir áætlun tímabilsins. Og rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði því neikvæð sem nemur 82,1 milljón króna. Þetta svona mælikvarðinn á það sem að minnsta kosti ég veit að metnaður margra í bæjarstjórn og ég vil taka undir það að ná að koma aðalsjóð á jákvæðan stað, að við séum réttu megin við núllið með aðalsjóð og það þá smá verk að vinna fyrir okkur áfram þarna. Fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld námu 608 milljónir og því rekstrarniðurstaða ársins fyrir óreglulega liði jákvæð sem nemur 526 milljónir króna en áætlanir höfðu gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarafkomu að fjárhæð 25,5 milljónir í rekstrarafkomu tímabilsins. Óreglulegi liðir voru jákvæð sem nemur 49,8 milljónum og því rekstrarafkoma aðalsjóðs A-hluta jákvæð sem nemur 575,9 milljónum en áætlun með viðaukum gerðir ráð fyrir neikvæðri rekstrarafkomu sem nemur 70 milljónum sem auðvitað sýna að við erum þarna í mjög góðum málum í aðalsjóð. Eignir eru 14 milljarðar rúmlega, skuldir og skuldbindingar 5 milljarðar rúmlega, eigið fé 8.982 milljónir króna. Og ef við síðan skoðum nánar ráðstöfun skatttekna til málaflokka, þá fer hlutfallslega hæsta hlutfall skatttekna í fræðslu og uppeldismál, eða 43,9% af heildarskatttekjum aðalsjóðs, en fór lækkandi frá árinu 2020 þegar það var 48%.
Þarnæst kemur félagsþjónustan með 21% af heildarskatttekjum aðalsjóðs en á árinu 2020 var hlutfallið 19,5%. Áfallin lífeyrisskuldbinding nemur 6,7% af heildarskatttekjum aðalsjóðs og æskulýðs- og íþróttamál með 11,5% af heildarskatttekjum aðalsjóðs. Sameiginlegur kostnaður með 6,8% sem hlutfall af heildarskatttekjum aðalsjóðs. Svo það helsta sinna. Eignasjóður svo alfarið í eigu Akraneskaupstaðar og hefur með höndum umsýslu fastafjármuna sem nýttur eru fyrst og fremst af aðalsjóði sveitarfélagsins og eignasjóður annast allar framkvæmdir, nýbyggingar, rekstur fasteigna og annarra mannvirkja fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Rekstrartekjur sjóðsins námu 945 milljónir, rekstrargjöld 855 milljónir, fjármagnsliðir voru neikvæðir að fjárhæð 301, óreglulegir liðir voru 212 milljónir. Sem eru gatnagerðargjöld vegna þéttingu byggðar og rekstrarhagnaður var þarna 443.000 krónur. Bara rétt yfir núllinu. Svo bara ágætt að skila þessu. Eignir eru 4.453 milljónir, skuldir 3.738 og eigið fé 715. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar sem fullu í eigu Akraneskaupstaðar með 99% með beinni aðild og 1% í eigu einkahlutafélags sem kaupstaðurinn á einnig að fullu, en tilgangur félagsins eiga og reka fasteignir og stunda eignaumsýslu. Þar rekstrartekjur 161 milljón, rekstrargjöld 126, fjármagnsliðir neikvæðir að fjárhæð 114 milljónir og rekstrartap upp á 78 milljónir. Eigið fé í árslok 2,2 milljarðar, rúmlega skuldir á sama tíma 1,6 milljarðar og eigið fé 611 milljón krónur. Byggðasafnið á Görðum, í Görðum fyrirgefið. Hlutverk byggðasafnsins að safna og skrásetja og varðveita, forverja og rannsaka minjar menningar og sögu þjóðarinnar, kynna þær almenningi. Og byggðasafnið sameignarfélag og hlutur Akraneskaupstaðar 90%. Og rekstrartekjur ársins námu 76,6 milljónum, rekstrargjöld 66,6 og rekstrarniðurstaða jákvæð 9,6 milljónir. Eignir 88, skuldir 9,8, eigið fé 78. Og aðrir sjóðir í B-hluta og þar eru fasteignafélag Akraneskaupstaðar EHF. Þetta óverulegur rekstur í félaginu. Markmið að efla íþróttastarfsemi innan Akraneskaupstaðar. Tap 7.000, eignir 481.000, skuldir 155.000 og eigið fé 326.000. Gáma eru rekstrartekjur 97 milljónir, hagnaður á félaginu var 5,9 milljónir á árinu og eignir 35 milljónir, heildarskuldir 30 og eigið fé jákvætt upp á 4,9 þúsund krónur. Áhiti að fullu í eigu Akraneskaupstaðar. Þar gert ráð fyrir starfsemi í framtíðinni, en tap á rekstri Háheitar var 250.000, eignir félagsins námu 18.000, skuldir voru 2 milljónir, eigið fé var neikvætt 2 milljónir krónur. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili, þar var eignarhluti Akraneskaupstaðar 90% og tekjur námu 1.286 milljónir króna og gjöld 1197. Rekstrarhagnaður tímabilsins var 65,5 milljónir sem var mjög ánægjulegt. Eignir í árslok var 785 milljónir, skuldir 516 og eigið fé 268. Hér má sjá síðan nánari sundurliðun á rekstri Höfða, en á árinu 2016 var rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði neikvæð 32,7 milljónir króna. Lífeyrisskuldbinding var yfirtekin af ríkissjóði og eignaraðilum að fjárhæð 924,8 milljónir. Það rauninni var hærri fjárhæð en þetta það sem birtist í ársreikningum og því var rekstrarafkoman jákvæð 892,1 milljón króna. Og árið 2018 náðist hagnaður af rekstri, en rekstrarafkoman var jákvæð 5,2 milljónir á árinu 2021 var rekstrarhagnaður Höfða 65,5 milljónir. Þar voru tekjur 30 milljónum hærri en áætlanir viðaukum gerðu ráð fyrir og einnig voru rekstrargjöld 30 milljónum lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Ef áhrif
gjaldfærðra lífeyrisskuldbindinga eru tekin út úr rekstri Höfða, þá rekstrarniðurstaða síðustu ára verið eftirfarandi. Árið 2014 mínus 32, 2015 mínus 21, árið 2016 mínus 32, 2017 mínus 6, 2018 pluss 5, 2019 mínus 10, 2020 mínus 40 og 2021 pluss 65. En uppsafnað tap Höfða á þessum árum frá 2014 71 milljón, sem neikvæð niðurstaða. En þeir fara langt með að vinna upp það tap sem hefur verið af reglulegri starfsemi þarna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hef nú gert grein fyrir helstu stærðum í rekstri sveitarfélagsins og helstu viðfangsefnum á árunum 2021. Ég vil þakka endurskoðendum Akraneskaupstaðar fyrir mjög vandaða og góða vinnu við endurskoðun ársreikningsins, starfsfólki á stjórnsýslu og fjármálasviði fyrir þeirra góðu vinnu við gerð ársreikningsins sem og öllum stjórnendum og starfsmönnum fyrir frábært starf á árunum 2021. Mikil vinna hefur verið á öllum starfsstöðum, sóknartækifæri mikil uppbyggingarverkefni eru í gangi á innviðum og í atvinnuþróun. Nú í gangi markaðsátak í samvinnu við byggingarverktaka á Akranesi og verður spennandi að sjá árangurinn af því. Ég vil nota tækifærið og þakka fyrir magnastarf allra starfsmanna. Ég vil sömuleiðis fagna þessu varnarsigri sem náðist í rekstrinum á árinu 2020 og líka því að við erum að sigla hratt í sóknar í fjármálum bæjarins á árinu 2021. Við þurfum að sýna aðhald í rekstri. Við erum einnig að bera gæfu til að nýta þau sóknartækifæri sem við blasa nú á árinu 2022 á Akranesi. Ég vil þakka bæjarstjórn fyrir ykkar frábæra vinnuframlag og samstarf á árinu 2021. Ársreikningur fyrir árið 2021 hér með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Daðafreyr Þráinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og ég vil þakka þér fyrir frábæra og ítarlega yfirferð yfir ársreikning ársins 2021 og efnahagslífið í samfélaginu hér á Akranesi sem það liggur að baki rekstri kaupstaðarins. Frábæri yfirferð og fyrir okkur að fá svona greinagóða yfirferð yfir reksturinn og ég teki undir þær þakkir sem að bæjarstjóri færði hér í lok síns máls stjórnendum og starfsfólki kaupstaðarins og endurskoðendum. En ársreikningurinn liggur þá fyrir hér til fyrri umræðu og orðið laust og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil nú byrja að þakka bæjarstjóranum okkar, Sævari Frey Þráinssyni, fyrir gríðarlega umfangsmikla og ítarlega yfirferð ársreikning kaupstaðarins fyrir árið 2021 og tek undir orð forseta hversu mikilvægt það fyrir samfélagið og okkar rekstur. Svo niðurstaða sem að hér birtist og ég ætla nú ekki að fara í mjög löngu máli yfir það sem að ég ætla hér að segja en ég vildi auðvitað bara koma hér upp og fagna þessari góðu niðurstöðu sem að við horfum hér fram á í framlögðum reikningi. Þetta sé 721 milljón betri niðurstaða en gert var ráð fyrir í áætlunum með viðaukum og 464 milljóna króna betri niðurstaða en áætlunin okkar gerði ráð fyrir. Þetta bara verður að segja gríðarlega góður árangur sem að hefur orðið til með alls konar samverkandi þáttum. Ég verð að segja að á síðasta ári fór mikil vinna í það inn í bæjarráði að velta fyrir sér
möguleikum til aukinnar tekjuöflunar, skoði hvað krónurnar okkar væri að fara, ígrunda hvort við gætum fundið stað fyrir beiðnir í þeirri samþykktri fjárhagsáætlun sem lá fyrir og stöðugt verið að skoða hvernig við gætum nálgast fjárhagslega stöðu bæjarins út frá því að stunda hér ábyrga og trausta fjármálastjórn. Við verðum líka að segja að síðustu misseri hafa alveg verið áskoranir. Það hefur verið samdráttarskeið í íslensku efnahagslífi. Það hafa birst alls konar áskoranir í rekstri okkar og þess vegna höfum við og verðum við alltaf áfram að stíga varlega til jarðar, eða þeir sem hér verða, að eftir nokkra vikur, að stíga varlega til jarðar og vera meðvituð það hvað við og hvernig við förum með fjármuni samfélagsins. Þannig að þessi niðurstaða okkur gríðarlega mikilvæg. Eins og bæjarstjóri fór yfir, þá í þessum ársreikningi sem hér liggur fyrir, þá erum við að sjá að útsvarið mun hærra heldur en áætlun okkar gerði ráð fyrir og það skýrist meðal annars af því að atvinnuleysi hér minna, laun hafa hækkað og aðrir samverkandi þættir. Hann fór einnig fram yfir það að framlag frá jöfnunarsjóði sé aðeins hærra og útskýrir það í ræðu sinni og óþarfi að endurtaka það. Bæjarstjóri fór yfir mikilvægan punkt mikilvægur punkt er snúa málefnum fatlaðra, mikilvægur málaflokkur sem hefur verið vaxandi í okkar launaflokki, okkar bókum og rætti þar að tap vegna málaflokksins upp á 717 milljónir króna. Ég vil bara taka undir orð bæjarstjóra að það sé mikilvægt að sú vinna sem í gangi innan ríkisins og greining Haraldar Líndal fari að komast að loka metrana og það verður forvitnilegt að sjá hvort að ríkið muni koma inn með aukið fjármagn til sveitarfélaga inn í málaflokkinn vegna þess að það mikilvægt fyrir sveitarfélag að standa vel að þeirri þjónustu sem undir þessu stóra, viðkvæma og mikilvæga málaflokki. Og það auðvitað bara óþolandi að hversu treglega það hefur gengið að fá svör og fá fjármagn frá ríkisvaldinu til að sinna þessari lögbundnu þjónustu sem að ríkið setur sveitarfélögum og gerir sveitarfélögum skylt að sinna og það sé ekki verið að greiða með þessu eins og gera skal. Þannig að við höldum áfram, við höfum hamast í ráðamönnum á þessu kjörtímabili og ég get alveg sagt það við kollega mína hér í bæjarstjórn og þó að ég ætli mér að hverfa úr pólitískri bæjarstjórn að þá mun maður nú alveg hamast í sínu fólki þarna innan ríkisvaldsins til þess að fá sanngjarnt fjárframlag. Maður mun ekkert hætta því. Bæjarstjóri fór yfir að laun og launatengd gjöld eru hærri heldur en áætlanir okkar gerðu ráð fyrir en ef við skoðum laun og launatengd gjöld í hlutfalli við rekstrarhlutfall og þá hafa þau verið að lækka. Það umtalsverða lækkun í prósentum í hlutfalli af rekstrartekjum okkar. Hann ræddi líka hér, í rauninni skýringu á aukningu í prósentu launa í rauninni sem snýr að þeirri upphæð sem greidd var. Ræddi atvinnuátakið, ræddi að við þurfum að skoða hvers vegna yfirvinna hefur hækkað svona hlutfallslega mikið hjá kaupstaðnum og þegar ég var að fara yfir þessar tölur núna í vinnunni þá maður líka velti fyrir sér að þó að það sé kannski ekkert vinsælt að halda því fram sem
kannski mikilli og endalausri skýringu þá sjáum við það meðal annars að í umönnunarstörfum hjá kaupstaðnum þegar að COVID-faraldur hefur gengið yfir að þá höfum við þurft að leysa forföll. Það hefur verið talsvert það hjá kaupstaðnum og hefur þurft að bregðast strax við og leysa forföll hjá einstaklingum sem hafa verið að detta í COVID-veikindi, lengri veikindi og annað slíkt og þá hefur þurft að grípa til yfirvinnugreiðslna hjá fólki sem til staðar í stöðuhlutföllum hjá kaupstaðnum. Þannig að það verður allavega bara gott þegar það er búið að rýna þetta, hvort þetta sé þessi þáttur eða einhverjir samverkandi þættir, en ég er fullviss það að þetta hefur eitthvað að segja. Bæjarstjóri fór yfir mál snúað eftirlaunum og lífeyrisskuldbindingum hjá kaupstaðnum, breytingar, hækkun sem má rekja til breytinga á reiknireglum lífeyrisskuldbindingar og það ánægjulegt sem hann fór yfir þar að við erum ekki sjá íþyngjandi afborganir af þessum þáttum til komandi kynslóða því að það mikilvægt fyrir okkur að hafa hér næg sóknarfæri til að og nægt fjármagn og öruggan rekstur til að geta haldið áfram að byggja hér góða innviði og verja hér grunnþjónustu. Mér langar aðeins, sérstaklega ánægjulegt verð ég að segja líka að niðurstaða Höfða hjúkrunarheimilis töluvert mikið betri heldur en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir. Þar aukning á tekjum meðal annars vegna þess að það var leiðrétting á, það var dottið algjörlega út mér hvað það heitir, ég á að finna þetta utan að, leiðrétting á framlagi til hjúkrunarheimila. Það var líka, Höfði hefur ekki biðrými í gegnum COVID-faraldurinn sem skilaði umtalsverðum tekjum til heimilisins. Og þetta hefur skilað sér í auknum tekjum á síðasta ári. Nú hins vegar staðan sú að Höfði rekur ekki lengur biðhjúkrunarrými vegna þess að nú eru framkvæmdir í gangi. Loksins erum við farin í framkvæmdir inni á Höfða í að bæta vinnuaðstæður og aðstæður fyrir heimilismenn. Og á meðan ekki hægt að reka þau biðhjúkrunarrými sem höfum verið með að reka fyrir Landspítalann því að það tilfært verið að færa til fólk sem í rýmum inn á Höfða í auðpláss. Þannig að það þarf að vera til staðar ákveðin sveigjanleiki innan heimilisins til að geta unnið að þessum framkvæmdum. Það verður alltaf, það þarf alltaf að stíga varlega til jarðar í rekstri hjúkrunarheimilisins og ég tel að það sé sama hvað ekstra formi Höfði hjúkrunarheimili og verður Það kom líka á síðasta ári inn í rekstur hjúkrunarheimila, kom styrkingin á rekstrargrundvöll heimilanna sem var milljarður sem kom frá ríkinu og það skilaði Höfða umtalsverðum tekjum líka. Þetta var fjármagn sem kom í kjölfar af Gylfaskýrslunni sem var úttekt á stöðu hjúkrunarheimila í landinu og í fjárlagavinnunni í haust átti ekki þessi rekstrargrundvöllur að liggja fyrir, það átti ekki að setja hann inn í hjúkrunarheimilin en það endaði með því að í 3. umræðu fjárlaga að það var sett inn sem rekstrargrundvöllur og það eitthvað sem þarf að fylgjast verulega með í haust hvort að það sé þessi styrking inn í heimilin eða ekki. En þó að við séum með gríðarlega góðan rekstrarafgang á árinu 2021, þá þurfum við alltaf, sem við erum vön að gera, að stíga varlega til jarðar, við þurfum að skoða hvað við getum gert betur, hvernig við getum nálgast verkefnin okkar annan hátt og
Og það líka mikilvægt að við og verðandi bæjarfulltrúar, það var svo gott að sitja hérna og vera svona, nei standa hér og vera svona móðurleg eða eitthvað í því að ráðleggja öðrum. En ángríns að þá var hér unnin gríðarlega góð úttekt á vegum KPMG á fjárhagsstöðu kaupstaðarins sem sýndi okkur fram á ýmsa þætti styrkleika og veikleika okkar hjá kaupstaðnum. Þar kom meðal annars fram við værum ekki að nýta tekjustofnana okkar eins og við getum gert, en það líka bara ákvörðun okkar bæjarfulltrúa að verja hér heimilið og fyrirtæki, verja hér samfélagið, gera okkur að samkeppnishæfari stað til að búa á, hafa ákveðið samkeppnisforskot. Þarna ég auðvitað að vísa til þess að við erum ekki við erum ekki með álagsprósentu fasteignagjalda upp í hæstu hæðum. Og á þessu kjörtímabili þá hafa þeir verið færðir niður, í rauninni lægri núna heldur en, og það hefur verið samstaða um það hér í bæjarstjórn. Og við þurfum alltaf að rýna launaliðina. Það kemur fram í úttekt KPMG að laun og launagjöld hafi farið vaxandi og það sé bara almennt séð hjá sveitarfélögum. Og þannig að við skerum okkur ekkert úr hvað það varðar, en samt sem áður mikilvægt að til að viðhalda sterkri stöðu sem við sjáum hér í þessum ársreikningi að við rýnum þennan þátt áfram. Og þetta bara mikilvægt til þess að halda áfram að geta byggt hér upp mikilvæg innviði. Við erum hérna í því að byggja, endurbæta skólastofnanir, við erum hér að byggja leikskóla, við erum hér að fara að byggja samfélagsmiðstöð, íþróttamannvirki. Öllum þessum nýbyggingum fylgir aukinn rekstrarkostnaður, launagreiðslur og annað slíkt sem að við þurfum að horfa til í áætlanagerðinni sem að framundan á næstu árum og auðvitað gert. Og þess vegna mikilvægt að við séum bara alltaf að velta fyrir okkur hverri krónu og hvernig við getum sett okkur það markmið og látið þau ganga eftir að verja hér grunnþjónustu og byggja upp mikilvæga innviði. Nýta sóknarfæri, svona eins og við segjum. Og það sem hjálpar okkur að nýta þessi sóknarfæri er það sem við sjáum í þessum ársreikningi hér að skuldaviðmiðið okkar í lág. Afborganir langtímalána eru ekki íþyngjandi og alls ekki þó að við höfum ráðgert það að fara í lántökur í fyrri fjárhagsáætlunargerð til þess að geta byggt upp þá innviði sem við viljum byggja upp. Að þá erum við ekki að gera komandi kynslóðum óleik, heldur erum við að ráða vel við stöðuna og ég held ég sé svona eiginlega bara svona, ég ætla ekki bara að endurtaka hér tölur eða hækkanir eða lækkanir annars slíkt, því bæjarstjóri fór alveg gríðarlega vel yfir það og það væri bara sóun á dýrmætum tíma og bara hundleiðilegt að hlusta á sömu hlutina sagna aftur. Þannig að ég held ég láti þetta bara gott heita og komi frekar upp aftur ef ég vil bregðast við eða þurfa að svara spurning. Takk. Nei. Áður í fyrirgefið. Þá vil ég auðvitað þakka endurskoðendum Akraneskaupstaðar, öllum starfsmönnum á fjármálasviði, bæjarstjóra, bæjarfulltrúum og öllum öðrum hlutaðeigandi fyrir afskaplega góða vinnu og gott samstarf núna í aðdraganda þessa fundar og ársreikning sem hér liggur frammi. Takk. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur mælendaskrá bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðeins sem á okkur síðan. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjórnum fyrir mjög góða og mjög greinargóða yfirferð og óska starfsfólki og starfsmönnum bæjarins til hamingju með mjög góðan árangur við erfiðar aðstæður, það verður að segjast alveg vel.
En þetta sýnir okkur samt hvað mikilvægt fyrir sveitarfélagið eins og Akranes að hafa jafn öflugan stjórnanda og rekstrarmann í hlutverki bæjarstjóra og sérstaklega Rósa Sævar Freyr fyrir það. Þrennt sem ég stöðun í, sem svona mikilvægt að brýna og Sævar kom svo sem inn á, að sveiflurnar í jöfnunarsjóði, að það svona áhyggjuefni eða að fara í hináttina. Áskrifningur alls ekki verið jafn góður og raun ber vitni. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að vinna í og halda áfram að brýna ríkið fyrir því. Við mikilvæga málaflokkur klárlega, en við erum að borga alltaf mikið með. Það er bara ekki nægilega gott. Síðan það sem okkur ber öllum að brýna. Já, rekstrar afkoma eftir fjármagnslið eru jákvæðir, sem er gott. Það er ánægjulegt að sjá að við séum að fá vaxtatekjur og greiða litla vexti. Ánægjulegt að sjá að sérstaklega Orkuveitan að skila okkur arði núna og muni vonandi gera á komandi misserum. En markmiðið alltaf að vera sjálfbærir rekstur og þannig við verðum að koma að hlutanum núna eftir 2 COVID-ár. Við verðum að koma í plús. Á því byggir afkoma kaupstaðarins til langs tíma. Það að sá hluti sé í plús. Þannig að við getum mætt áföllum eins og COVID, sem klárlega áföll, og haldið áfram uppbyggingu á innviðum og öðru slíku sem við klárlega viljum gera hér. Það mun líka kosta aukin rekstrarfé. Þannig að fleira var ekki verið lengra þetta. Enn og aftur, hamingju með góðan árangur, gaman að sjá því snúningi og ég hef fullan trú á því með þann mannið sem við höfum í samfélaginu okkar að við munum snúa og koma út árum í rekstrar plús og ná góðum á. Takk fyrir. Fulltrúi Þórir Guðjónsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust að nýju ásetning. Það er fulltrúi Ólafur Adolfsson sem var orðið. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er alltaf glaður þegar við skilum jákvæðri rekstrarniðurstöðu, sem ég hef áður sagt þér. Ég held ég sé ekstra glaður núna. Rekstrarniðurstaðan er mjög góð. Við horfum á áætlanagerðina eins og hún var, þá vorum við að gera ráð fyrir því að reka Akraneskaupstað með tapi og því er mjög ánægjulegt að það hafi ekki raungerst og við erum í raun að skila mjög góðum afkomu. Ég hef nú aðeins verið að kynna mér ársreikninga annarra sveitarfélaga og þó hafi róað til hjá mörgum, fleiri en maður átti kannski vona og þá kynist mér þessi tala að vera nokkuð há í þeim samanburði við sveitarfélögum sem ég hef verið að skoða. Við þurfum ekki að vera með einhverja barbabrellur hér varðandi húsnæði eða annað slíkt til þess að fegra afkomu. Það er jákvætt að tekjurnar að vaxa, sérstaklega varðandi þá útsvarsgreiðslurnar. Þetta eru og fasteignaskattarnir líka, en við viljum kannski halda þeim svona í horfinu en ekki endilega sækja mikið meira þangað. En jákvætt að útsvarið að vaxa hratt og ég hafði gaman að því þegar bæjarstjóri fór hér yfir á mjög greinargóðan hátt hvernig þróun varðandi launatekjurnar og mjög áhugaverðar upplýsingar og ég hlakka til þess tíma þegar við getum í raun farið að velta þessu niður jafnvel niður á tekjutíundi og atvinnuflokka greiningar þannig að við getum í raun styrkt þær stoðir sem að við viljum styrkja sótt eftir þeim tækifæri sem við viljum sækja og þá undirbyggja mögulega veikleika sem fyrir hendi. Það má kannski segja að við viljum auðvitað hafa fjölbreytt atvinnulíf og það myndi þá auðvitað hjálpa okkur verulega að við getum útlista nákvæmlega launatekjur og styrkleika atvinnulíf. Bæjarstjóri varði töluverðum tíma í að ræða hér lífeyrisskuldbindingar og ekki ástæðulausu.
Lífeyrisskuldbindingar eitthvað sem við höfum haft hangandi yfir höfðinu mjög lengi og hefur verið sérstakt fyrir Akranskaupstað hvað þær hafa verið háar í samanburði við önnur sveitarfélög. Og það jákvætt, tel ég, þó að við séum núna með útgjöld sem eru á 700 milljónir ef ég man rétt, 531 milljón, þá verði nú eiginlega að segja ég átti jafnvel von á hærri tölum miðað við þær breytingar sem gerðar voru varðandi lífaldurinn og hefði raun kannski átt að skila okkur jafnvel en meiri útgjöldum. Það þannig að þeim mun betur sem okkur gengur í rekstrinum. Þeim mun betur við í stakk búin til þess að þjónusta íbúana hér og byggja upp innviði, mikilvæga innviði. Hefðu vilja geta framkvæmt meira á árinu 2021 og væntanlega munum við þá mæta stóru ári núna, 2022, í útgjöldum. En ég held samt að ef við horfum á fjármuni sem við þurfum að eiga til framkvæmda, þá gæti nú verið kostur að eiga 500 milljónir pluss á hverju ári til þess að búa til stabilitet í framkvæmdum og þá getum við þetta skipulagt okkur langt fram í tíma á þess að taka einhverja fjárhagslega áhættu. Ég eiginlega á því að næstu ár hér á Akranesi geta orðið gríðarlega spennandi. Við erum í rauninni með gullið tækifæri. Við erum með góðan rekstur. Við erum með fjöldan allan tækifæri. Það til þess að laða til okkar fólk og fyrirtæki og verða, ég vil leyfa mér að segja, eitt af þeim sveitarfélögum sem getum orðið hvað framsækist. Til þess að það geti orðið, þá þurfum við auðvitað að horfa í hverja krónu, en við þurfum líka að vera óhræddir að nýta þau tækifæri sem munu gefast. Og ég horfi þar sérstaklega kannski til flóahverfisins og þeirra starfsemi sem það getur orðið og einnig vil ég leyfa mér að við munum njóta góðs af uppbyggingu á Grundartanga sem við getum þá líka spilað inn í fyrir okkur. Við ætlum ekki að þreyta ykkur á að ræða frekar í sameiningamál þessari pontu en auðvitað verður það niðurstaðan og hún verður á næsta kjörtímabili. Ég vil taka undir þakklæti til starfsfólks Akranskaupstaðar og auðvitað íbúa líka, en það auðvitað starfsfólks Akranskaupstaðar sem sér til þess að fjárhagsáætlanirnar ganga eftir og bæjarfulltrúar að standa í fæturna þegar kemur að útgjaldahliðinni. Og ég vil bara hrósa meirihlutanum hér fyrir að hafa ekki nýtt eitthvað af þessum fjármunum núna á kosningaári til þess að búa til eitthvað skýjaborgir. Það mikilvægt að við stöndum í fæturna, eins og ég sagði. Og ég held að við hefum öll að klappa hvert öðru á bakið fyrir þessa niðurstöðu. Hún góð og hún sýnir það að Akranskaupstaður hefur sterkan fjárhag og ef við vöndum okkur áfram eins og við höfum gert, þá verður svo mótkomandi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og við séum nú bara í fyrri umræðu og kannski við eigum eftir að fá tækifæri til að koma með endanlegar yfirlýsingar seinna í síðari umræðu ásetning. Að þá vil ég bara taka undir það sem hér hefur komið fram. Varðandi það að ásetningur Akranskaupstaðar 2021 sýnir afar sterka stöðu kaupstaðarins og ekki bara kaupstaðarins, heldur fór bæjarstjóri líka bara vel yfir stöðuna í samfélaginu og svona hvert við erum að þróast sem samfélag og þar eru líka mjög jákvæð teikn á lofti.
tek undir það sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sagði hérna áðan, að það eru tækifæri í stöðunni og við í núverandi bæjarstjórn getum virkilega gengið stolt frá borði og vitandi það að eftir kosningarnar þann 14. maí næstkomandi þá skilum við á okkur afar góðu búi til næstu bæjarstjórn. Og það verður algjör lúxusstaða sem að sú bæjarstjórn kemur inn í. Auðvitað ýmislegt sem að þarf að athuga eins og bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson kom inn á og kom líka fram í máli bæjarstjóra og margt sem að við þurfum að halda áfram að rýna. Það er ekki hægt að leyfa sér að halla sér aftur og bara sóla sig eða skella sér í spottinn eða eitthvað svoleiðis. Við verðum að halda vöku okkar en við getum gengið stolt frá borði hér eftir kosningarnar í maí næstkomandi. Orðið laust að nýju ef fleiri vilja ræða ásetning 2021. Það eru ekki fleiri sem að óskast að taka til máls og þá göngum við til afgreiðslu sem að felst á í því að við vísum ásetningum, þess að þær tillögur sem liggja fyrir eru að ásetningum A-hluta, B-hluta og samstæðu verði vísað til síðari umræðu og það er þá 3. fundarliður fyrst. Ásetningur Akraneskaupstaðar 2021 A-hluti. Þessi samþykkja að vísa ásetningum A-hluta til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 10. maí næstkomandi í Kjörsorgjafarmerkjum. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 4. fundarliður, ásetningur Akraneskaupstaðar 2021 B-hluti. Þessi samþykkja að vísa ásetningi B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2021 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 10. maí í Kjörsorgjafarmerkjum. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og 5. fundarliður, ásetningur samstæða. Þá bið ég þá sem að samþykkja að vísa samstæðureikningi A- og B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2021 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 10. maí að Kjörsorgjafarmerkjum. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það 7. fundarliður og ég ætla að gera þá tillögu hér að líka áðan að þá tökum við umræðu 2 fundarliði í einni umræðu. Það er að segja fundarliði 6 og 7 að umræðan verði tekin í einu en afgreiðsla síðan auðvitað eðli máls samkvæmt. Hvorum fundarlið fyrir sig. Þess að einhver sem gerir athugasemdir við það. Og ekki, þá skoðast það samþykkt. 7. fundarliður málsnúmer 21 11.039. Þetta er skipurit Akraneskaupstaðar 2021. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. apríl síðastliðinn breytingu á skipurit Akraneskaupstaðar sem taki gildi strax að lokinni lögboðinni birtingu í stjórnartíðindum og vísar hér málinu til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn Akraness. 7. fundarliður er þá meðfylgjandi. Hann hefur málsnúmer 22.04.145. Bæjarmála samþykki stjórn og fundarsköp en eins og kom fram í 7. fundarlið þá samþykkti bæjarráð skipuritsbreytingar og þeim fylgja þá breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar nr. 636 frá árinu 2013 og þeim breytingum er vísað hér til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn Akraness. Og fyrstur fær orðið í umræðu þessa fundarliði, þessar skipuritsbreytingar og breytingar á bæjarmálasamþykkt, varaforseti bæjarstjórnar
Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þá aðrir sem á okkur hlýða. Reynar alltaf ekki að vera að sýna hérna glærur svona aðeins til þess að styrkja málið því að þetta kannski erfitt að lýsa öllu sem við erum að breyta, en ég sem sagt tók að mér að kynna þessar breytingar sem við leggjum hérna fram. Við tókum upp nýtt skipulag í lok árs 2020 sem tók þá gildi frá og með 1. janúar 2021 og markmiðið þá á þeim breytingum sem við gerðum var að auka og bæta innri og ytri þjónustu Akraneskaupstaðar, auk skilvirkni í rekstri sveitarfélagsins með upplýsingatækni, skýrari verkferlum, stjórnun og öflugu starfsumhverfi. Og ef við tökum glæru þátt 2. En helstu breytingarnar í árslok 2020 voru þær að það var sett á stofn skrifstofa bæjarstjóra og það átti að ráða í ný störf, meðal annars mannauðsstjóra, innkaupastjóra og skjalastjóra. Og svo voru ýmsar breytingar og tilfærslur á störfum og starfssveitum. Þessar breytingar höfðu áhrif á öll sviðin okkar að einhverju leyti. Það kom ný staða skrifstofustjóra og það komu verkefnisstjórar inn á skrifstofu bæjarstjóra sem áttu meðal annars að skipuleggja þverfagleg teymisstörf innan sveitarfélagsins. Á sama tíma voru lögð niður störf, meðal annars forstöðumaður menninga- og safnamála og svo var deildarstjóri á stjórnsýslu og fjármálasviði, staða sem var lögð niður. Staða fjármálastjóra var lagt niður en tókum upp nýja stöðu deildarstjóra á fjármála. Þannig að þetta var breytingar sem voru töluverðar og það var svona kannski þegar þetta var í umræðunni að þá var töluverð andstaða innan bæjarstjórnar þessar breytingar og skiptist þarna alveg í tvennt, meiri og minni hluti. Og fyrri umræðan var kannski ekki alveg til það skemmtilegasta sem mann eftir í þessu, en sem betur fer að þá tókst okkur á milli umræða að ná ákveðinni sátt. En samt var ennþá ágreiningur þessar breytingar. Það kom alveg skýrt fram að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem sitja í minnihluta, þeir
höfðu ákveðnar aðrar áherslur hvað varðar uppbyggingu eða skipaninn á stjórnsýslu og fjármálasviði. Við afgreiddum þetta mál 2020 í desember í ágreiningi, en vorum sammála það þó eftir þann fund og í þeirri umræðu að við myndum taka upp viðræður í framhaldinu og reyna eftir því sem best væri að ná meiri sátt. Því það töluvert mikilvægt að allar svona breytingar sem við gerum séu í góðri sátt og við séum öll sammála svona allavega þessa stærstu hluti sem að kannski hverjum okkar finnst kannski skipta máli, að við allavega allir gangi tiltölulega sátti frá borði. Það var ákveðið að fara sem sagt í vinnu og eftir sem sagt þessa breytingu þá hefur verið í gangi bæði samræða og við höfum fengið aðstoð meðal annars frá KPMG til að finna okkur einhverja lausn sem að við getum verið sátt og við munum og erum hér að leggja fram tillögur að nýju skipuriti sem að sátt eftir því sem ég svona les í meginatriðum. Það getur vel verið að sé einhver svona atriði sem þarf að fínpússa en í grunninn sáttin komin og við munum því leggja þetta hér fram. Það sem þá markmiði núna að við komum fram með tillögur sem að við getum verið sátt öll. Það í þessum tillögum eitt markmið að styrkja fjármálastýringu Akraneskautsstaðar. Við viljum efla áherslur í menningar- og safnamálum. Við viljum styrkja móttöku ferðamanna og í rauninni reyna að einfalda framsetningu á skipuritinu. Þetta svona, kannski ekki öll markmiðin en svona megin markmiðin sem að við horfum til. Helstu breytingar koma hér fram á næstu 3 glærum. Það búið að kynna þetta fyrir starfsmönnum, sérstaklega þá fyrir þeim sem að þetta hefur áhrif á og einnig starfsmönnum skrifstofunnar. Þannig að sjálfur sér kannski ekki svona í lagi að ræða þetta. Ég krítiseraði mikið þegar við breyttum síðast að við vorum að ræða málefni sem ekki var sátt en var að kynna í rauninni niðurstöðuna fyrirfram. En eina stóru breytingunum núna að við tökum eitt skref tilbaka og leggjum niður skrifstofu bæjarstjóra og þau verkefni sem heyra þá undir bæjarstjórann beint taka þá breytingum. Verkefni þjónustudeildar og
Stafræn þróun ásamt ferðamarkaðs- og viðburðamálum færist yfir á fjármála- og þjónustusvið ásamt mannafla sem því fylgir. Staða þjónustufulltrúa í þjónustudeild verður breytt í verkefnisstjóra og sem þá sér rekstur Guðlaugar, vitans, viðburðahald og bæjarhátíðir. Rekstrarumhverfi Akranesvita upplýsingamiðstöðvar er breytt. Starfsmanni þar boðið að vinna í 60% í stöðu í móttöku hópa í vitunum og þá 40% í stöðu vegna Guðlaugar. Önnur verkefni sem áður tilheyrðu einingunni, svo sem mannauðsmál, verkefnisstofa og atvinnuþróun, verður áfram undir forystu bæjarstjóra og hann næsti þeirra starfsmanna sem þeim fylgja, sem sagt þá mannauðsstjóri og verkefnisstjórar. Það verður frestað ákvörðun starf skjalastjóra persónufulltrúa en það verður svo endurmetið við næstu fjárhagsáætlun. Og ef við fáum glæru 6. Við breytum heiti á það maður munar þessi heiti gömlu og nýju en við fáum nýtt svið sem heitir á fjármála- og þjónustusvið sem var stjórnsýslusviðið og við fáum hér sem sagt einingar inn á sviði sem munu styrkja það. Þess að nafnabreytingin á sviðinu er þá stjórnsýslu- og fjármálasvið í fjármála- og þjónustusvið, fjármál og laun. Þar er deildarstjóri fjármála sem mun taka yfir stýringu launamála mun sú breyting feli í sér að starfsmenn launadeildar færast til deildarinnar án þess að breytingar verði á verkefnum með hlutverkum þeirra. Deildin fjárreiður og bókhald mun samfara þessum breytingum nafn, breyta nafn og heita fjármál og laun. Reikningshald og greiningar. Ný deild verður til sem fær nafnið reikningshalds og greiningar en ætlunin er að styrkja nokkra þætti í fjármálum Akraneskaupstaðar, svo sem greiningar og mælingar, kostnaðareftirlit með samningum, skýrslugerð, innkaupamál og eftirfylgni innkaupastefnu. Reikningshald og greiningar munu jafnframt taka við nokkrum verkefnum sem áður tilheyrðu deildinni fjárreiður og bókhald, svo sem bókhaldi og móttöku reikninga og færast þá starfsmenn deildarinnar inn í þá einingu án þess að það hafi áhrif á þeirra verkefni eða hlutverk. Reikningshald og greiningar munu einnig gegna mikilvægu stuðningshlutverki í vinnslu ársuppgjörs og fjárhags áætlunar og ný staða deildarstjóra yfir reikningshaldi og greiningum verður auglýst. Önnur stór breyting á sér stað á mennta- og menningarsviði sem er nýtt nafn á skóla- og frístundasviði. Þar munum við kemur ný staða eða kemur staðan aftur með forstöðumann menningar- og safnamála og hún verður auglýst
og það í raun til að leiða sjálfstæðar stofnanir byggðasafns, bókasafns, ljósmyndasafns og héraðsskjalasafns þá með þeim stjórnendum sem þar eru. Menningar- og safnanefnd mun heyra undir stjórnsýslu mennta- og menningarráðs í stað bæjarráðs og fundargerðir nefndarinnar lagðar fram í mennta- og menningarráði. Breytingarnar sem við í raun erum að gera þarna með menningar- og safnanefnd í rauninni hugsuð til að styrkja starfsemi nefndarinnar. Við höfum svona verið aðeins í lausu lofti með nefndina með fullri virðingu fyrir bæjarráði því að nefndin hefur heyrt þar undir en við teljum að með því að færa undir þetta svið að þá náum við kannski meiri festu í menningar- og málaflokkin. Þannig að við munum gera í rauninni menningu hærra undir heldur en hefur verið og leggja sáum hér í reikningunum áðan að hlutfall útgjalda í menningarmál hefur farið dvínandi undanfarin ár. Þannig að þarna erum við að reyna þá að koma einhverju undir þetta. Þannig að með færslunni á nefndinni og ráðningu á forstöðumanni að þá teljum við að við séum að koma menningarmálum og þá kannski byggðasafninu þangað sem að það á skilið og þá virðingu. Skipritið sjálft, það lítur svona út. Ég ætla ekki að þylja það upp. Aðal breytingarnar eru sem sagt á nafnabreytingar og á tveimur sviðum. Færsla á störfum þá aðalega inn á fjármála- og þjónustusviði sem við styrkjum verulega með þessum breytingum og styrkjum í rauninni þá menningarmálin á sama tíma. Persónlega þá hefði ég og gerði svona smá athugasemd við að það ekkert í sjálfu sér stærsta máli í heimi í þessu. Bara að það komi fram hérna þegar ég sendi athugasemdir á það sem ég fyndist að hefði kannski betur mátt hugsa að íþróttir sem eru stór hluti af hluti af lífi okkar hér á Akranesi að það hefur heyrst innan úr íþróttahreyfingunni að við sinnum þeim ekki nógu vel með því að hafa íþróttir undir þessu sviði. Það hafa svona komið athugasemdir það að við ræðum lítið íþróttir. Ég held við höfum öll fengið að heyra það hér sitjum. En ég veit ekki í sjálfu sér hvort og hvernig væri hægt að laga þetta þannig að við gætum aðeins komið á móts við íþróttahreyfinguna. Nú fær þetta svið heitir menningarsvið. Sumir vilja nú meina að íþróttirnar séu stærri og við tókum út nafnið frístundasvið. Þannig að það er eitthvað sem að við kannski getum hugsað hans betur, hvort við getum leyst einhvern veginn, en þetta þýðir í rauninni ekki það að við ætlum að fara að sinna íþróttum eitthvað minna, helst ætlum við að reyna
gefa í og samningurinn sem við vorum að samþykkja áðan vonandi gefur ákveðna vísbendingar það að við ætlum okkur meira í sambandi við íþróttir enda er það hluti af almennri lýðheilsu að við hvetjum alla okkar íbúa til að stunda þær. Hér þetta aðeins nánar útskýrt inn á hvert svið fyrir sig. Þarna kannski, svo ég noti tækifærið og tjái mig persónulega þetta, að mér finnst skjóta skökku við þarna að ungmennaráð skuli vera staðsett þar sem það í skipuritinu. Það eins og það hafi forráð yfir öllu því sem þar kemur á eftir, ef ég skil skipurit rétt. Þannig að ég hef séð þennan til hliðar við sjálft ráðið, þannig að ungmennaráð til ráðgjafar, mennta- og menningarráði. Þannig að við skulum hugsa þetta á milli umræðna. Og næsta, þarna í rauninni, engin þannilega stórbreytingar. Næsta, getur leiðrétt á eftir eða eftir á villur. En já, þarna líka sem sagt yfirlitið, þarna engin breyting nema að þarna sama athugasemd frá mér að mér finnst notendaráð og öldungaráð bóksin eiga að vera til hliðar við sjálft ráðið, ekki að það komi fram eins og það hafi einhver yfirráð yfir því sem kemur þar fyrir neðan. Annað sem við þurfum að skoða þarna og sem kannski betur inn á eftir, það er kubburum með barnavernd. Þetta er fyrirsjáanlegt að við munum þurfa að breyta á lok árs. Kannski aðeins betur yfir það eftir vegna þess að forseti heiminn okkur ræða bæði þetta og bæjarmálasamninguna á sama tíma og ég hef búin að setja punkta þar. Og það fjármálin næst. Þarna í rauninni ég búin að fara yfir þær breytingar sem hafa verið gerðar á tíð. Þarna í rauninni stærstu breytingarnar sem eru gerðar og ég ætla ekki að fara svo sem mikið meira í þetta. Þetta höfum við öll fyrir framan okkur og þetta verður í rauninni birt í kjölfari á þessum fundi. Þannig að allir geta svo sem rýnt það. Næsta. Tók hérna bara létt næstu skref, sem af þessum skrefum eru búin. Það búið að kynna þetta fyrir starfsfólki. Við erum í fyrri umræðinni og þessi aðgerð krefur okkur það að breyta bæjarmálasamþykktinni sem er í raun næsta mál á dagskrá en við ætlum að ræða þær hér í beinu framhaldi og mun ég þá halda ræðu minni áfram það en þarna erum við í rauninni komið með meginlínurnar í skipulagsbreytingunum. Við erum með bara góða sátt þessa meginlínur og ég sé ekki annað en að við bara vísum til seinni umræðu og þeir sem að hafa þá einhverjar athugasemdir og viðbætur við þetta og þeir geta tjáð sig hér í þessu ræðustól og eða
sent þá inn til bæjarráðs sem mun fara yfir þetta á milli umræðna og gera þá hugsanlega einhverjar breytingar þar á. En hvað varðar bæjarmálasamþykktina sem við þurfum að breyta, þá eru flest allar þær breytingar í rauninni sjálf gerðar þannig laga. Það er aðalatriði að við finnum þær sem við þurfum að breyta og ekkert farið fram hjá okkur. Ég hef farið yfir þetta og ég er ekki með margar leiðréttingar eða hefur ekki með á neinar villur. Það er eitt sem ég langar aðeins og ég veit ekki hvort að menn hafa hugsað að það er ákveðið ferli sem fer í gang við kosningar, að þegar að við kjósum og kjördagur er ákveðin upphafsdagur. Nú vill svo til að lögunum var breytt. Við vitum öll hvað áhrif það hafði á vanhæfi og annað, að okkar kæru alþingismenn að þeir samþykktu það bara einhvern veginn á þess að reka augun í það að við Íslendingar erum tölur skyldir og þá sérstaklega inn í hverju bæjarfélagi fyrir sig, þannig að það hefur ollið okkur tölur vandræðum. Ég veit ekki hvort að þetta mun, sem sagt, þegar það kemur í framkvæmd verða eins, en það er skýrt tekið fram að nýkjörinn bæjarstjórn, hún tekur við störfum 15 dögum eftir kjördag. Nú kjósum við í 14. maí. Ef að það hefði verið hvítasunnuhelgi þessa helgi, þá hefðum við kosið viku fyrr. Þá fer að telja 15 dagana frá, sem sagt, á hugsanlega 6., 7., 8., 9. En eins og staðan kemur upp í dag, að þá eru stjórnarskipti 20. Sem sagt tekur ný bæjarstjórn við 29. maí og hún skal innan 15 daga halda fyrsta bæjarstjórnarfundinn. Sá dagur ef mér telst rétt til er 12. júní. Samkvæmt bæjarmálasamþykktinni eins og hún kemur fyrir hér, þá höldum við 2 bæjarstjórnarfundi í mánuði. Það er 2. og 4. þriðjudag í hverju mánuði og vill til að í júní er bæjarstjórnarfundurinn 14. júní, sem er sem sagt 2 dögum eftir að er síðasti dagur fyrir bæjarstjórn að halda fyrsta fund. Þannig að þetta er kannski ímyndun í mér, en það er svolítið hlúðslegt að ef að það tefst að halda fyrsta fund fram til 12., 13. júní, nei, það má verður að vera ekki seinna en 12. eða 11., ég man ekki hvernig það er, að þá er aftur fundur 14. júní. Þannig að þetta er svona hlutur sem við þurfum bara að skoða. Vissulega getur bæjarstjórnarfundur verið 29. maí, eða já, fyrsti bæjarstjórnarfundur gæti hugsanlega verið 29. maí, en þá segir í bæjarmálasamþykktinni að í júní skulum við kjósa ákveðin ráð og nefndir. Þannig að faktist samkvæmt því og ströngustu túlkun að þá væri eingöngu hægt að kjósa bæjarráð þann fundi og forseta. Þannig að það hefði verið þægilegt ef að það hefði verið hægt að kjósa þá ráðin líka.
þó það væri í maí. Þannig að þetta er svona sem að aðeins stakk mig. Þannig að við getum rætt það. Svo var eitt mál sem ég var búinn að ræða við sviðsstjóra, nei, það heitir það ekki enn, stjórnsýslu og nei, það er nýja heitir, er það ekki, að það er eitt atriði þarna sem við vorum að spekulera í, það er með undirkjörstjórnir, að það kemur bara fram í samþykktunum að það eigi að kjósa 3 aðalmenn í hverja undirkjörstjórn og jafnmarga til vara. Kemur eitt fram hvað margar kjörstjórnir við höfum, þannig að spurning hvort að það eigi bara að festa það þannig inni, því að ég sé ekki að því maður sem sagt flettir upp í þessu, að mann engin hvort það voru 3 eða 4 fyrir 4 árum, þannig að það er það gott að geta flett einhvers staðar upp í þessu. Annað sem ég rakst á var í sjálfu sér eðlilega breytingar samkvæmt því sem við erum að samþykkja í skipuritinu. Þannig að við ættum að geta vísa þessu áfram. Ég har engar svona, nema þeir aðrir virðulegir bæjarfulltrúar hafa fundið eitthvað að þá held ég að þetta sé engin stórmál. Þetta er eitthvað sem við getum bara rætt og lagað. Þannig að ég lýk þá hér með máli mínu þessi 2 mál. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur þá lokið máli sínu og ég vil þakka bæjarfulltrúanum fyrir góða yfirferð yfir skipuritsbreytingarnar og breytingar á bæjarmálasamþykkt. Og orðið er laust fundarliði 6 og 7. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil nú byrja að þakka bæjarfulltrúa eða varaforseta Einari Brandsyni fyrir greinargóða framsögu í þessu máli, þar sem við leggjum fram hér breytingar í skipuriti Akraneskaupstaðar. Ég vil byrja að þakka honum fyrir afar góðar ábendingar hvað varðar bæjarmálasamþykktina og það er eitthvað sem hvað varðar dagsetningarnar vegna væntanlegra kosninga og þeirra stöðu sem við stöndum uppi með og kjörstjórnirnar og þessi þættir er bæjarfulltrúi nefndi. Þetta er eitthvað sem við munum taka núna inn í bæjarráð og milli umræðuna og skoða og eins þá þætti er að nú snéru af skipuritinu. Það var það eins og til dæmis frístundar, heiti frístund eða íþróttamálin eða aðra þætti er hann velti hér upp í ræðu sinni. Það er rétt sem bæjarfulltrúi nefndi að það var ágreiningur við gildistöku eða í umræðu og ákvarðanatöku það skipurit sem nú gildir hjá Akraneskaupstað og ég er sammála bæjarfulltrúi að það er ekki eitthvað sem okkur langar til að rifja upp að sú umræða en á síðasta ári urðu ákveðnar breytingar í mönnunarmálum eða í starfsmannahópi Akraneskaupstaðar sem var til þess að hér losnuðu ákveðnar lykilstöður sem snéru að breyttu skipuriti. Það gaf okkur bæjarfulltrúum tækifæri á að setjast niður aftur og vinna að sátt sem við vorum vissulega búin að ræða á milli umræðuna og í kjölfarið á því skipuriti sem gilti ósætti Sú vinna hófst í bæjarráði
seinni hlutann á síðasta ári og ætlunin var að vera með þessa umræðu, fyrstu hugmyndir voru að vera með þessa umræðu í tengslum við fjárhagsáætlanagerð þessa árs. Það var bara stórt og mikið verkefni að vinna fjárhagsáætlun kaupstaðarins og einnig stórt og mikið verkefni að vinna að breytingum á skipuritum og það voru bara allir á því máli innan bæjarráðs að vilja vanda sig við þessa vinnu, finna leið til þess að halda áfram og halda í þetta verkefna miðaða skipulag sem við höfum tekið upp hjá kaupstaðnum, finna leiðir til að styrkja fjármálasviðið okkar og finna finna menningar og safnamálunum stað í skipuriti bæjarins og hvernig við ætlum að manna svona í rauninni umsjón með þeim málum. Við höfum náð sátt skipuriti sem hér lagt fram, það ánægjulegt og með þessum markmiðum sem við lögðum upp með sem haldi verkefna með skipulag, styrkja fjármálasviðið og finna menningar og safnamálunum stað undir gamla skóla- og frístundasviði sem fær núna heitið mennta- og menningarsvið, M&M-svið og innan þessa skipurits líka eins og bæjarfulltrúi fór yfir að við ætlum að styrkja stöðu ferðamála innan kaupstaðarins og markmið líka að efla menningar og safnamál innan kaupstaðarins. Ég vil bara lýsa ánægju með það samstarf og það samvinnu sem hefur verið með þetta mál. Ég er bjartsýn á að innleiðing þessa gangi vel, fundir hafa gengið vel með starfsmönnum og þeim sem málin lúta af og bara ég hlakka til að fylgjast með framvindu verkefnisins áfram og óska öllum velfarnaðar í þeirri vegferð og bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust skipuritsbreytingar og breytingar á bæjarmálasviði. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Forseti og getur bæjarfulltrúar árið sem okkur hlýða. Það þakka bæjarfulltrúi Einari Brandssyni fyrir góða yfirferð á þessum væntanlegu breytingum bæjarmála samþykkt. Og ég ætla einmitt að árétta það sem hann sagði varðandi ungmennaráð, notendaráð og öldungaráð, staðsetningu þeim innan skipuritsins. Vegna þess að þetta allt ráð sem hafa í raun og veru meira að segja líka aðra hluti innan stjórnkerfisins og eru ráðgefandi fyrir fleiri ráð heldur en bara þar sem þau voru sett. Og hafa í raun og veru sum þeirra leyfi til að taka upp mál bara þau mál sem eru til umfjöllunar í kerfinu og hjá bænum að eigin frumkvæði. Og ætti í raun og veru að hafa miklu meira, ráðgefandi vægi í miklu fleiri atriðum sem bærinn fást við hverju sinni. Þetta er einu punktur sem ég ætla að koma með. Ég lýsi bara ánægju minni með að við séum komin þennan stað og þá í þessari sátt. Þannig að ég þakka fyrir mig. Takk. Takk fyrir þessa góða ábendingu bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Það jafnvel alveg spurning hvort að þessi ráðgefandi ráð sem eins og bæjarfulltrúi kom inn á, þau geta komið inn á hluti sem eru til umfjöllunar varðandi skipulagsmál, varðandi umhverfi, varðandi fjárfestingar, byggingar og svo framvegis mál sem varða velferðar- og mannréttindasvið eða mennt- og menningarsvið. Þannig að það alveg spurning hvort að í skipuriti ætti að koma þeim fyrir að þau séu gangandi í gegnum öll svið eins og til dæmis mannauðsmálin, verkefnastofa og fleira. Þetta er bara eitthvað sem við kannski skoðum vel á milli umræðna.
gott að vekja athygli á þessu. En orðið laust skipuritsbreytingar og bæjarfulltrúi Ingþór Bergmann Þórhallsson. Virðulegur forseti, kæru bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Fyrsta skipti sem ég kem hérna fram, þannig að og mér langaði að standa upp að því ég siti í menningar- og safnanefnd og vill lýsa ánægju minni yfir í hvar málaflokknum hefur verið fundinn góður staður innan nýs mennta- og menningarráðs sviðs. Það sem svona skipurit sýnir ekki stærð þess og umfang og kannski við sem að sitjum hér og gerum okkur grein fyrir því að þarna 60% af rekstrargjöldum bæjarins innan þessa sviðs. Þannig að ég veit að það átti að fara kannski fram einhver meiri umræða hvar menninga- og safnanefnd nákvæmlega staðsett innan sviðsins, alveg eins og ungmennaráðið hvar það staðsett. Það bæjarráð sem á að skipa í menningar- og safnanefnd en ekki ráðið, skilst mér. Þannig að það þá líka bara spurningum hversu spurningum hvað það mætti taka inn í umræðuna af því við erum að gera breytingar á annað borð, af því að ráðið það stórt, hvernig í rauninni skrifstofa þessar mönnuð, hvort hún sé rétt mönnuð eða ekki rétt mönnuð, heldur hvert að það þurfi eitthvað meira til við stjórnum sviðsins í ljósi stærðar. Kannski taka það til greina. Ég lýsi ánægju minni með menningar- og safnamál og þetta búið að vera lítið höfuðlaus her núna undanfarin ár. Þannig að það sé fyrir lok þess tímabils og við getum í rauninni farið eða nefndin getur fyrir að eiga betra samtal við í rauninni forstöðumenn þeirra stofnana sem að heyra undir nefndina. Það ein villa sem ég rakk augun í samþykktum stjórn og fundarstjórn í 9. grein í 3. málsgrein 9. greina. Í það sem það rætt ritun meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ingþór Bergmann Þórhallsson og ég vil nota tækifærið og óska Ingþóri bæjarfulltrúa og nágrannanum mínum til hamingju með sinn fyrsta bæjarstjórnarfund á kjörtímabilinu og jómfrúrræði í ræðisstól bæjarstjórnars. En orðið laust að nýju og það bæjarstjóri Sævar Freyr sem fær orðið fyrir svar. Bæjarfulltrúar, ég kemur bara sömu afstöðu fram hérna. Þá óska Ingþóri Bergmanni Þórhallssyni til hamingju með þessa ræðu og fyrsta fundi sína á þessu kjörtímabili. Það hefði hjá mér sem ég vil halda, óska henni til hamingju með þetta, til hamingju með þetta skref. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr. Ég vil aðeins koma inn á tvo punktar sem að komu fram. Í fyrsta lagi varðandi punkt sem að kom fram hjá Brumalanda, bæjarfulltrúa Einari Brandssyni, varðandi íþróttamál og bara góð ábending hjá honum og brýning að við þurfum að skoða það vel og marka okkur stefnu í því hvernig við ætlum að haga
í rauninni umræðu íþróttamál og utanumhaldið íþróttamál innan stjórnkerfis bæjarins og þá í samspili með íþróttahreyfingunni. En minna jafnframt á það að árabil voru íþróttamál á Íslandi á verksviði mennta- og menningarmála ráðuneytisins. Og þannig að ég held að telja íþróttir til menningar sé ekki eitthvað sem við erum að finna upp hér heldur. Þetta hefur verið svona varðandi landstjórnina. Í máli Einars Brandssonar kom einnig fram að við það að mennta- og menningarsvið verði til þegar að menningar- og safnamál, eða miðlastjórn menningar- og safnamála færi til sviðsins, að þá verði til ný staða forstöðumanns menningar- og safnamála sem verði auglýst og henni sé ætlað, eða þeim sem að sinni þeirri stöðu sé ætlað að leiða sjálfstæðar stofnanir, byggðasafns, bókasafns, ljósmyndasafns og héraðsskjalasafns með stjórnendum þar. Og þetta þá væntanlega sá starfsmaður sem að kemur til með að starfa með menningar- og safnanefnd. Þannig að þarna strax verið að í rauninni finna því stað að menningar- og safnamálin fái örugglega við getum sagt bara þann starfskraft eða þær vinnustundir inn á sviðinu sem að þarf til þess að gera þeim hátt undir höfði. Vonum að það raungerist og virki þannig. En orðið er laust. Bæjarstjóri Freyr fær orðið að nýju, gjörðu svo vel. Það er bara að koma á framfæri einni léttri ábendingu sem að eins og setningin hljómaði rétt áðan. Ég fekk ábendingu það í dag. Þá ljósmyndasafn ekki sjálfstæð stofnun hjá okkur, þannig að það verkefni innan. Þannig að við þurfum kannski aðeins að bæta orðalagi þarna fyrir síðar umræðu. Takk fyrir þessa ábendingu, bæjarstjóri. Og næsta mælendaskrá fulltrúi Bára Daðadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla ekki að tala beint skipuritið, en mig langar að taka undir orð og það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði, varðandi það að halda vel íþróttamálin, bara svona almennt. Við vitum öll varðandi forvarnargildi íþrótta og í gær var ársþing ÍA. Það var bara mjög gott að hlusta og hollt fyrir okkur að hlusta á það sem þau hafa að segja þar. Það eru margar áskoranir framundan, bæði út af COVID, bara ýmsu öðru og eitt af því sem skiptir svo miklu máli og bara mér mjög umhugað að við náum einhvern veginn að styðja við það þannig að börn og unglingar haldist í íþróttunum sínum. Að þau fái stuðning til að æfa og haldast áfram í íþróttunum en ekki hætti og jafnvel bara án þess að vilja það, sérstaklega þegar það bara oft svolítið flókið að mæta á æfingar og halda áfram þegar erfiðleikar koma upp og alls konar þannig. Og það skiptir máli fyrir allan aldur og í haust þá bauð heilsueflandi samfélag Akraneskaupstaðar upp á fyrirlestur þar sem hann Viðar Halldórsson, þetta geti sagt doktor Viðar eða prófessor Viðar Halldórsson. Og það sem mér fannst svo áhugavert að verður punktur sem að kom þar með fram varðandi rannsókn að það skiptir engum máli að ungmenni fari í ræktina 3 sinnum í viku. Það hefur engin forvitni en að mæti skipulagt frístunda- og íþróttastarf, tómstundastarf, það skiptir öllu máli. Og við megum ekki gleyma því. Þetta skiptir rosalega miklu máli. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Og orðið er laust. Ef fleiri vilja ræða, það bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða.
ég held ég hafi nú svona aðeins flýtt mér hérna í upphafi því ég var búinn að punkta hjá mér og ég held ég hafi ekki þakkað í rauninni bæjarráðinu sem sagt fyrir það að ná þessari lendingu sem að við stöndum frammi fyrir núna. Þannig að ég ætla að þakka þeim fyrir það sérstaklega, öllu bæjarráði, þeim sem þar sitja. Og ég veit náttúrulega að þessu máli hafa komið starfsmenn bæjarins og þeim ber líka að þakka því ég held að þetta mál fyrir að verða rúmu ári síðan, áramótin í desember, hafi svona verið það mál sem að maður hefði svona viljað sleppa við ef maður er að tína upp einhver mál á kjörtímabilinu. Þannig að með því að ná þessari lendingu og að menn leggja sig fram það að ná góðri sátt svona stóran málaflokk eða stórt atriði í okkar stjórnkerfi, að það sé okkur í rauninni til sóma að við skulum klára það sem sagt fyrir lok þessa kjörtímabils. Þannig að við göngum allavega sáttari hvað varðar þennan lið inn í nýtt kjörtímabil. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson, og mælendaskrá er opin ef einhver vill með þessu ljós. Það er enginn sem að óskar eftir að fá orðið og þá förum við í afgreiðslu á þessum tveim fundarliðum sem hér voru til umræðu. Og það mun taka aðeins mislangan tíma vegna þess að í fyrsta lagi það 7. fundarliður þar sem bara ein tillaga og ein atkvæðagreiðsla, en undir 7. fundarlið þurfum við að afgreiða 19 tillögur. Þannig að það er sem sagt breytingar á bæjarmálasamþykkt að taka hverja breytingu fyrir sig og afgreiða sérstaklega. Þannig að fyrsta hendurnar, 7. fundarliður, málsnúmer 21.11.039, skipurit Akranskaupstaðar 2021. Þessi samþykkja að breytinga á skipuriti Akranskaupstaðar verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þann 10. maí næstkomandi gjörsamlega á merki. Það er samþykkt 9.0. Þá fyrir við 7. fundarlið, 22.04.145. Bæjarmála samþykkt stjórn og fundarsköp. Þá byrjum við á tillögu númer 1, hún var að 26. grein samþykktarinnar, gerir tillögu nafnabreytingu á skóla- og frístundaráði sem fær nafni Mennta- og menningarráð. Samþykkja þetta gjörsamlega Jú, allar tillögur 1 til 19 snúast það að vísa áfram í síðari umræður sem fari fram þann 10. maí næstkomandi. Með því þá ber ég þetta upp aftur. Þess að tillaga 1 er þá gerð tillaga nafnabreytingu á skóla- og frístundaráði. Þessi samþykkja að því verði vísað áfram gjörsamlega á merki. Það eru 9 atkvæði með því. Tillaga númer 2 var að 43. grein. Gerir tillaga breytingu varðandi A-lið, annars töluliðar, fagráð skólamála fær heitið Mennta- og menningarráð. Gerir tillaga breytingu varðandi B-lið, 3. töluliðar og kjörstjórn breytt í yfirkjörstjórn sem í samræmi við hlutverk hennar samkvæmt lögum. Jafnframt tilvísun til kosningalaga nr. 112/2021 sem tóku gildi 1. janúar síðastliðinn. Gerir tillaga breytingu varðandi B-lið, 4. töluliðar varðandi tilvísun til nýrra kosningalaga samanber 3. tölulið og gerir tillaga breytingu þannig að E-liður fellur burt fer raðnúmerið 1 undir staflið D.
vona að allir séu með þetta alveg á hreinu. Og þeir sem að samþykkja vísa þessu áfram gjöra sjóðgjafamerki. Það eru allir sem samþykkja þetta. Tillaga númer 3 var að kaflaheiti 7. kafla sem verður þá svohljóðandi bæjarráð, mennta- og menningarráð, velferðar- og mannréttindaráð, skipulags- og umhverfisráð. Þeir sem samþykkja vísa því áfram. Það eru 9 manns. Tillaga númer 4 varðar 2. málsgrein 48. greinar sem verði svohljóðandi bæjarráð hefur umsjón með þjónustu- og upplýsingatæknimálum, nýsköpunar- og atvinnumálum og öðrum þeim verkefnum sem öðrum ráðum ekki sérstaklega falin. Þeir sem samþykkja vísa því áfram, gjörðu svo vel. Það eru allir samþykkir því. 5. tillaga var að 49. grein samþykktarinnar sem verði svohljóðandi stjórn höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis, almannavarnanefnd, yfirkjörstjórn við kosningar samkvæmt kosningalögum nr. 112/2021 og undirkjörstjórn við kosningar samkvæmt kosningalögum nr. 112/2021. Þessi ný vísun í ný samþykkt kosningalög. Sem samþykkja að vísa þessu áfram. Það er allir samþykkir því. Tillaga númer 6 var að 51. grein samþykktarinnar fyrirsögn fyrir ofan greinina, og einnig fyrirsögnina fyrir ofan greinina, sem verður þá mennta- og menningarráð, kosning mennta- og menningarráðs, bæjarstjórn skal á fyrsta eða öðru fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kjósa 3 fulltrúa í mennta- og menningarráð til 1 árs og jafnmarga til vara. Kosningar í mennta- og menningarráð skulu vera leynilegar og bundnar hlutfallskosningar ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess. Framboð sem hefur fulltrúa í bæjarstjórn og ekki kjörið fulltrúa í mennta- og menningarráð skal hafa einn áheyrnarfulltrúa í ráðinu og annan til vara. Bæjarstjórn kýs formann og varaformann mennta- og menningarráðs úr hópi kjörinna bæjarfulltrúa og kosningu og kjörgengi í ráði fer samkvæmt 27. grein samþykktar þessara. Samþykkja að vísa þessu áfram. Það er allir samþykkir því. Tillaga númer 7 var að 52. grein sem að verði þá svohljóðandi mennta- og menningarráð skal að jafnaði halda fund á föstum tíma og í sjaldnari 2 í mánuði. Aukafundur skal halda eftir þörfum að ákvörðun formanns eða ef sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs, bæjarstjóri, formaður ráðsins eða að minnsta kosti 2 ráðsmenn óska þess. Samþykkja að vísa þessu áfram. Það eru allir samþykkir því. Tillaga númer 8 var að 53. grein. Það er þá sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs undirbýr ráðsfundi í samráði við formann ráðsins. Það sér að mennta- og menningarráð. Ég reyni því til reyndara þarna, það er þetta svið í ráð. Sér að mennta- og menningarráð sé boðað til fundar með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá að minnsta kosti 1 sólarhring fyrir fund. Geti ráðsmaður ekki sótt fund tilkynnir hann forspöll til sviðsstjóra mennta- og menningarsviðs og óskar eftir því að varamaður verði boðaður. Og þessi samþykkja þetta fara áfram. Það er samþykkt. Tillaga númer 9 var að 54. grein samþykktarinnar sem verði þá svohljóðandi formaður mennta- og menningarráð stjórna fundur ráðsins og sér að allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Hann úrskurðar í ágreiningsmáli sem upp kunna að koma út á fundarsköpum með skjótum og úrskurði hans til úrlausnar ráðsins. Heimilt að taka mál til meðferðar í mennta- og menningarráði þótt ekki sé það tilgreint í dagskrá. Þó skylt að fresta afgreiðslu slíks máls ef einhver ráðsmann óskar þess. Bæjarskrifstofa Akraneskaupstaðar annast ritun fundargerðar mennta- og menningarráðs sé þess óskað. Ritun fundargerðar mennta- og menningarráðs gilda sömu reglur og ritun fundargerðar bæjarstjórnar samanber 15. grein. Mennta- og menningarráðsfundir skulu haldnir fyrir luktum dyrum og óheimilt að greina frá ummælum einstakra fundarmanna á fundum. Þessi samþykkja þetta fari áfram. Það er allir samþykkir því. Tillaga númer 10 var að 55. grein samþykktarinnar sem verður þá svona mennta- og menningarráð fer með umsjón og eftirlit með málum sem heyrir undir framkvæmd eftirfarandi laga og reglugerða byggðra á þeim eins og þau eru á hverjum tíma og á því marki sem lögin setja skyldur á herðar sveitarfélaga. Og forseti bara sleppa því að lesa þetta upp en þess að restin af greinin er óbreytt, þetta snýst bara um orðabreytinguna mennta- og menningarráð. Þessi samþykkja að þetta fari áfram. Allir samþykkir því. Tillaga númer 11 var að 57. grein og það snýst einnig þessa
nafnabreytingu, eftirtalda nefndir og stjórnir sem kjörnar eru af bæjarstjórn heyra undir stjórnsýslu mennta- og menningarráðs. Það eru menningar- og safnanefnd og fulltrúaráð Fjölbrautaskóla Vesturlands. Samþykkja þetta fari áfram. Það er samþykkt. 12. tillaga var að 57. grein samþykktarinnar sem verði þá mennta- og menningarráði er heimil fullnaðarafgreiðsla mála samanber 29. grein. Mennta- og menningarráð úrskurðar heimild til endurupptöku mála samanber 31. og 77. grein. Bæjarstjórn setur mennta- og menningarráði erindisbreið. Þessi samþykkja þetta fari áfram. Það er samþykkt. Og 13. tillaga var það 63. grein sem verði þá svohljóðandi eftirtaldar nefndir og stjórnir sem kjörnar eru af bæjarstjórn heyra undir stjórnsýslu velferðar- og mannréttindaráðs, barnaverndarnefnd, öldungaráð, notendaráð málefni fatlaðs fólks. Og þetta ætlum við að skoða betur á milli umræðna en þurfum að afgreiða hér hvort þetta fari ekki áfram til annar umræðu. Þeir sem samþykkja það, gjör svona gjöfmerki. Það er allir samþykkir því. Tillaga númer 14 sem varðar 8. málsgrein 73. greinar samþykktarinnar sem verði svohljóðandi sviðsstjóri fjármála- og þjónustusviðs er staðgengill bæjarstjóra nema bæjarstjórn ákveði annað. Og snýst þarna nafnabreytinguna fjármála- og þjónustusvið. Þeir sem að samþykkja þetta fari áfram, gjör svona gjöfmerki. Það er allir samþykkir því. Tillaga númer 15 varðar 75. grein samþykktarinnar sem verði þá svona bæjarstjórn er heimilt að fela eftirtöldum embættismönnum fullnaðarafgreiðslu mála á sama hátt sömu skilyrðum og nefndir í 29. grein. Deildarstjóra fjármála og launa í umboði bæjarráðs að afgreiða afslátt af fasteignasköttum til elli- og örorkulífeyrisþega á grundvelli samþykktra reglna þar. Í öðru lagi byggingafulltrúa að afgreiða mál samkvæmt samþykktum afgreiðslu byggingafulltrúans á Akranesi. 3. Bæjarstjóra að veita umsagnir samkvæmt áfengislögum og áfengisveitingaleyfi, lögum veitinga og gististaði, veitingu og endurnýjun rekstrarleyfa. 4. Félagsmálastjóra í umboði velferðar- og mannréttindaráðs að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu í samræmi við reglur fjárhagsaðstoð á Akranesi samþykktar af bæjarstjórn. Bæjarstjórn skal setja skýrar reglur afgreiðslu embættismanna en viðkomandi ráð hafa eftirlit með þeim og kalla reglulega eftir skýringum og upplýsingum ákvarðanir sem teknar á grundvelli þeirra. Embættismanni er alltaf heimilt að vísa ákvörðun samkvæmt 1. málsgrein til viðkomandi ráðs til fullnaðarafgreiðslu. Mál sem starfsmenn afgreiða skuli kynnt í viðkomandi ráð með skriflegri skýrslu í lok hvers ársfjórðungs. Og þá, já, þeir sem að samþykkja að þetta fari í aðra aðferð, það er allir samþykkið því. 16. tillaga var það 79. grein samþykktarinnar sem að verði svohljóðandi starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna bæjarfélagsins fyrir eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og eða ákvæðum ráðningarsamninga, starfsmannastefnu, jafnlaunastefnu og jafnréttisáætlun. Þessi samþykkja þetta fari áfram, gjör svo gjöfmerki. Allir samþykkir því. 17. tillaga var það 87. grein samþykktarinnar sem þá ef að lágmarki 20% þeirra sem kosningarétt eiga í bæjarfélaginu óska almennrar atkvæðagreiðslu samkvæmt 108. grein sveitarstjórnarlaga skal bæjarstjórn verða við því eigi síðar en innan árs frá því að slík ósk berst. Þeir sem að samþykkja að þessi grein fari áfram í aðra umræðu, samþykkja það allir. Tillaga númer 18 felur í sér að eldra bráðabirgðaákvæði sem hafði raðnúmeri 88 falli burt. Þeir sem samþykkja það fari áfram í aðra umræðu, samþykkja það allir. Og tillaga númer 19 var það þá 89. grein sem fái nýtt raðnúmer með 88. grein. Og rita verði inn í greinina viðeigandi dagsetningar vegna málsmeðferðar bæjarfélagsins. Þeir sem samþykkja að þetta fari áfram, samþykkja það allir. Og þá held ég að við þurfum ekki neina allsherjaratkvæðagreiðslu að lokum. Við erum búin að samþykkja að allar þessar tillögur fari áfram til annarar umræðu sem að fer þá fram 10. maí næstkomandi. Þá förum við í 8. fundalok. Það er málið sem tekið var inn með afbrigðum hér í upphafi fundar.
Málsnúmer 2204-150 OR aðalfundur 2022, eigendarfundur og forseti leggur fram eftirfarandi tillögu að bókun bæjarstjórnar Akraness til framlagningar á aðalfundi Orkuveitu Reykjavíkur sem fram fer þann 28. apríl næstkomandi. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að leggja fyrir eigendafund hjá Orkuveitu Reykjavíkur tillögu að stjórn Orkuveitunar leggi aukna áherslu á framleiðslu og sölu á raforku í starfsemi sinni. Fyrirsjáanlegur mikill vöxtur í eftirspurn eftir grænni orku sem framleidd með sjálfbærum hætti, meðal annars vegna markmiða orkuskipti og jarðefnaeldsneytislaust Ísland árið 2040 með tilheyrandi tækifærum í aukningu á verðmætasköpu fyrirtækisins. Orkuveitan, sem eitt öflugasta orkufyrirtæki landsins, á verið fararbrottið þegar kemur að fullnýtingu sjálfbærra auðlinda sem fyrirtækinu treyst fyrir og nýta þau tækifæri sem felast í því að þróa þekktar tæknilausnir til að lágmarka orkusóun og bæta orkunýtingu fyrir auðlindastrauma sem nú þegar eru virkjaðir. Þessi tillaga að bókun hér lögð fram og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem að kveður sér hljóðs. Þá förum við bara í afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja það að þessi tillaga sem hér var lesin upp verði samþykkt hér og lögð fyrir eigendafund hjá Orkuveitu núna síðar í vikunni. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 9. fundaliður. Málsnúmer 2201-002, fundargerð bæjarráðs á árinu 2022 og lögði fram fundargerð nr. 3498 frá 13. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það enginn sem óskar eftir að ræða hana og þá testur framlögð. 10. fundaliður, málsnúmer 2201-004, fundargerð skóla og frístundaráðs á árinu 2022. Lögði fram 100. og 90. fundargerð skóla og frístundaráðs frá 19. apríl síðastliðnum. Og það fulltrúi Bára Daðadóttir, þar orðið hér svo Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessum okkur hlýða. Ég ætla bara rétt aðeins að minnast á lið 4 undir fundargerðinni. Sem snýr endurnýjun á menntastefnu Akraneskaupstaðar. En Hjálmur Dór frá KPMG kom og kynnti fyrir okkur tillögu að nýrri menntastefnu Akraneskaupstaðar og gerði ásamt sviðsstjóra og verkefnastjóra skóla- og frístundasviðs. Ég vil bara segja að menntastefnan mjög góð og vel unnin. Ég þakka öllum þeim sem komu að vinnunni en það var stór og góður hópur. Og svo ég nefni einhverja þá búið að koma því starfsfólk og nemendur öllum skólastigum og það var haldið menntaþing í Fjölbrautaskólanum. Í október 2019, þar sem bæjarbúar tóku þátt og svo var einnig könnun á vef Akraneskaupstaðar. Eins og svo mörgunum verkefni hafði COVID áhrif á vinnuna á menntastefnunni auk loftgæðavanda sem hefur komið upp í stofnunum okkar á Akranesi. Þannig að stjórnendur og starfsfólk var bara oft í alls konar verkefnum og verkefni breyttust reglulega og þurfti að finna alls konar út úr því. Og bara mjög flókin og mörg. En þessar áskoranir hafa þó bara ánefa gert stefnuna betri og fjölbreyttari þar sem allir þurfti að vinna í öðru umhverfi og leysa verkefni á annan hátt í skólastarfi en áður hafði verið gert. Við kallaði þá nýja lausnir og ný viðhorf sem hafa skilað sér í stefnuna. En það mikið gildi fólkið í því að hafa góða menntastefnu og mikilvægt að vinna eftir henni. Bara við innleiðinguna þá bara mikilvægt að hafa góð og skýr aðgerðaáætlun og reglulega verði farið yfir stöðuna og ég á eftir að kynna hana ennþá betur fyrir öðrum bæjarfulltrúum og bæjarbúum en langaði allan bara svo að koma inn á þetta en það verður lagt upp með að kynningin fari bara fram á næstu viku. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og bæjarfulltrúi Þórir Guðjónsson frá orðið, gjörðu svo vel. Já, Bára tók á menntastefnu, en ekki tala það, ég ætla að taka lið 3 og svo 2 og ég
hafði það skemmtilega hlutverk að var settur inn á sem varamann og tekinn út af aftur. Hann lenti í þessu fótbolti sem ég hef sjálfur lent í að þetta er ekki skemmtilegt en ég er búinn að prófa þetta í pólitíkinu núna, þannig að maður er búinn að prófa í spil. En þriðji liður í að samstarf í og Akraneskaupstaðar, ég fagna þessum samningi sem við samþykktum þetta áðan. Þetta voru langt ferli og var alveg tilvalið að þetta er samþykkt hér í dag þegar gröfurnar eru byrjaðar að grafa fyrir nýja flotta og veglega mannvirkjum sem við erum að reisa upp á Jaðarsgötu. Það er virkilega skemmtilegt. Í skammhlaupi mínu og svekkjur sem við erum tekin út af, þá hef ég greinilega ekki alveg lesið bókun eða fundargerðina. Það segir sem skóla- og frístundaráð fagnar því góða samstarf sem við erum milli Akraneskaupstaðar og IA sem stuðlar að áframhaldandi farsælu barna- og ungmennastarfi á vegum IA. Klárlega, en íþróttir eins og við höfum rætt þetta áðan í skipulagsbreytingum skipa miklu stærri sess en svo að það sé einhver barna- og ungmennastarf. Sjálfsögðu að tala það frábæra íþróttastarf sem IA stuðlar að og í samstarfi við Akraneskaupstað. Þannig að það er gott. Og svo er alveg kjörið tækifæri því að liður 2, þar er íþróttastefna og fagnaði því einni gríðarlega. En nú er verið að hrinda á laggirnar vinnu við mótun íþróttastefnu á Akraneskaupstað og verður gaman að sjá hvernig því framvindur á næstu misserum. Og þar er einmitt hvetja bara íþróttahreyfinguna á Akranesi einmitt að koma sterka inn í þá vinnu ásamt öðru sem íveljast og skapa þessa stefnu með sveitarfélaginu og móta sitt fasta sess í okkar fallega íþróttafræði. Meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Þórir Guðjónsson og orðið er laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sig hljós, þar með helst fundargerðin framlögð. 11. fundarliður er málsnúmer 22.01.005 fyrir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2022 og lögðu fram 235. fundargerð ráðsins frá 11. apríl síðastliðinn. Það er laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana, þar með telst hún framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka fundarmönnum fyrir góðar umræður og margar greiðslur. Óvenju margar atkvæðagreiðslur á þessum fundi en það gengur alveg hreint ljómandi vel. Ég segi þessum fundi slitið nú þegar klukkan er 19:55.